Góða kvöldi kæra áhorfendur og velkomin til Grindavíkur þar sem við erum að gera okkur klár í grannaslag, sannkallaðan grannaslag, stórleik Grindavíkur og Keflavíkur, bæði lið svona miðja deild og þessi leikur skiptir afar miklu máli upp á hvar liðin enda í hvað sætið enda upp á úrslitakeppnina. Keflavík með 16 stig í 7. sæti og Grindavík í 4. sæti með 20 stig og við kannski bara fáum stöðutöflunum upp. Þetta er allt svo hnífjafnt hjá okkur í þessari deild og gaman að rýna þess í það áður en við leggjum að staði þetta ferðalagi í kvöld. Við fáum hann hér rétt innan skams, við sjáum að leikmenn að hita upp og vonandi verður nú aðeins fleiri í stúkunni í Grindavík. Fólk duglegt að mæta hér sjá við stöðuna. Stjarnan á toppnum með 26 eiga stórleik við Tindastól sem í 3. sæti á morgun og sem verður einnig að sjálfsögðu í beinni útsendingu hjá okkur hér á Stöð 2 Sport. Síðan verður þetta allt gert upp í Dominos körfuboltakvöldi sem verður á morgun klukkan 9. Við fáum aðeins upp umferðina sem við erum að fara að fá núna í kvöld og á morgun. Hér sjáum við KR og IR mætast í Vesturbænum, Haukar og Njarðvík í afar forvitnilegum leik þar sem að Haukar eru að þeir eru bara að berjast fyrir lífi sín í þessari deild, það er bara þannig, og eru í 3. næsta sæti jafn með Skallagrím sem eiga Snæfellinga og ætti að vera sigur fyrir Skallagrím. Haukar eiga einnig Snæfell eftir sem hefur Snæfellsliðin að tapað öllum leikjum, þannig að það er yfirleitt 2 stig í hús fyrir liðin sem mæta þeim. Svo mætast Þórsliðin, Þór Þorlákshöfn og Þór Akureyri, þau mætast í Þorlákshöfn að samaskapi afar forvitnilegur leikur og svo auðvitað þessi leikur hjá okkur í kvöld, Grindavík og Keflavík. Við minnum á líka stjörnuleikin, Austur- og Vesturströndin, það er úrvalslið þeirra mætast í kvöld. Leikurinn hefst klukkan 1 í beinni útsendingu frá New Orleans og svo eins og ég sagði á morgun Tindastóll Stjarnan fyrir norðan á Sauðárkróki í pakk fullu síki, við vitum það bara, það er staðreynd, eitt best stöðalið landsins, Stólarnir, og síðan eins og ég sagði þá verður Dominos körfuboltakvöld kl. 21 á morgun. Þetta er auðvitað afar forvitnilegu leikur sem við erum að fá hér í kvöld. Liðin að, eins og ég segja, berjast á svona svipuðum slóðum í deildinni. Við var mæst einu sinni áður í vetur og þá hafði Grindavík sigur 102-96. Grindvíkingar byrjuðu tímabilið afar vel, unnu 5 af fyrstu 7 leikjum sínum en síðan fór svona aðeins að halla undan fæti. Keflvíkingar hafa verið upp og niður. Þeir eru búin að vera með sigur-tap, nánast skipst á að vinna og tapa. Þeir eru nú komin með Friðrik Inga Rúnarsson, þann þaulreynda Njarðvíking í brúnna. Hjá Grindavík er Jóhann Árni Ólafsson sem er uppalinn Grindvíkingur og þarna mætast elsti þjálfari deildarinnar og 3. yngsti þjálfarinn. Yngsti þjálfarinn er Daniel Guðni Guðmundsson, þjálfari Njarðvíkinga sem er rétt búinn að ná 30 þráttur að líta út fyrir að vera talsvert yngri, og síðan er þeir Finnur Freyr Stefánsson og Jóhann Árni eru jafnaldrar, fæddir 1983 en Jóhann er sumarbarn og Finnur er haustbarn, þannig að Jóhann er eldri. Við erum búin að ræða við þjálfarana fyrir leikinn og við ætlum að heyra hvað þeir höfðu að segja. Ja, þeir eru núna ágætisraunni, 3 leikir eru komnir og eru svona þægilega staðsettir í 4. sæti. Hvernig lítur þetta út með framhaldið? Já, bara nokkuð vel. Við erum alltaf þétt spila núna og svona vonandi höfum við bara endur sem mest á þessum sólarhring cirka, þannig að þetta er bara nokkuð brattur sko. Eru ennþá að upplifa, eru komnir svona á það getustig sem farið með inn í úrslitakeppnina eða eigi eftir að toppa aðeins meira? Ég svo sem getur svo sem ekkert sagt neitt núna. Við erum alltaf að reyna að vera betri og reyna að bæta okkar leik frá degi til dags og við höldum því bara áfram og ég er samt trú á því við getum verið tölvöld betri eftir verðum, þannig að nei, við höfum ekki varlega eins og toppa. Keflavík í dag unnu góðan sigur á Njarðvík í Njarðvík í síðasta leik, þannig að þeir eru svona í nágranna sirpu eða seríu og Friðrik Ingi að mæta í sinn annan leik. Þú vona hörkuleik í kvöld? Já, engin spurning. Svo sem bara nýtt upp á Keflavík og nýtt þjálfari og allt svoleiðis, þannig að það er alltaf svona erfitt að mæta því og svona undirbúningur svona okkar ekkert eins og best getur á kosið sögum þess, þannig að en eins og segi, ég er bara nokkuð brattur og Frikki náttúrulega vill nákvæmlega hvað hann að gera, þannig að þetta verður hörkuleikur. Eins og ég sagði áðan fyrir í 4. sæti, áttu vona að ég komist náðvægt yfir aðeins aðra fyrir úrslitakeppnina upp á annað 3. sæti. Já, það er bara komið ljós, þetta er bara gamla tuggan, 1 leikur einu og það er í kvöld og
Ég ekki komin lengra. Hvað mun ráða úrslitum hérna í kvöld? Já, ég held að það verði hörkuleikur sko, það eru barátta og svona bæði litur segja sér til, en það verður veit ég ekki alveg, en vonandi bara gulur sigur hér í kvöld. Takk fyrir gangu. Það er oft alveg að sé svona eitt lið í úrslitakeppni sem að liðin í öðru hlutinu vil ekki mæta. Keflavík hefur borið aðeins á góma núna. Eru þið liðir sem að hinn liðin vil ekki mæta í úrslitakeppni? Þú verður að spyrja þau að því, en ef það er málið, ég meina þá líti ég á það bara sem ákveðin styrkleika fyrir okkur að hafa þá í farteskinu, en það orðrómur hér og það skiptir auðvitað engu máli. Það er auðvitað bara hvað þú leggur í málið í hverju leik fyrir sig og við verðum að passa okkur á því að fara ekkert hvorki á flug upp eða niður með einu eða einu. Við verðum bara að halda fókus og bara verða betri með hverjum deginum. Það er það sem að við erum okkar baráttu snýst núna. Leikurinn í kvöld móti nágrönnum Grindavík sem að tóku svaka stóran sigur í Njarðvík í síðasta leik. Hvað mun skipta máli hérna í kvöld? Hvað gerir útslagið það hvort liðið vinnur? Já, það náttúrulega auðvitað er varnarleikur, fráköst, lausir boltar. Þetta auðvitað er alltaf lykilatriði í körfuboltaleikjum og bara svona ákveðin einbeiting og gera eins lítið af mistökum og mögulegt er. Eins og þú segir, Grindavík vann mjög góðan sigur í Njarðvík síðastliðinn föstudag og það svona segir okkur það að Grindvíkingarnir eru til alls líklegir og eru þetta með mjög góða leikmenn og bræðurnir litríkir stórskemmtilegir, mikli karakterar, þannig að við þurfum að spila mjög vel til þess að vinna. Glæsilegt, takk fyrir gangu vel. Takk fyrir það. Já, þjálfararnir eiga þetta svolítið erfitt með að svona kannski rýna í hvað það er sem að muni skera úr hvort liðið vinnur, því að þetta er náttúrulega alltaf þessi litlu hlutir, fráköst og lausir boltar sem að liðin vilja ná. Ef við kannski rýnum aðeins í munin á liðanum. Keflavíkur liðið þetta með Amin Stevens sem er búinn að vera eitt besti leikmaður deildarinnar, ef ekki bara sá besti, og hann leiðir Keflavík í stigum, fráköstum, vörðum, skotum, stolnum boltum, töpuðum boltum er þessi líka og tveggjastega nýtingu sem er náttúrulega ótrúlegt. Maðurinn er að taka 20 skot í leik og hitt á 62,2% skota sinna sem er fáránlega góð nýting og hann var ákaflega afgerandi í fyrirleik þessara liða. Skoraði 41 stig, tók 13 frákost, fiskaði 10 villur á Grindavíkurliðið. Grindavíkurliðið er einmitt ekki kannski það best mannað inn í teignum. Ómar Örn Sævarsson sem er miðherji liðsins er eiginlegur kraftframherji svona að upplægi. Strákur sem byrjaði sinn yngreflokkaferil í Breiðablik, fór þaðan í ÍR og lék með afar sterku ÍR liði í yngreflokkanum 1982 árganginum. Liðið var meðal annars Scania Cup meistari sem er svona Norðurlandamót félagsliða. Ómar er vel skólaður en eins og ég segi svona helst til á léttur kannski til að eiga við Amin Stevens og svona fyrir utan hann þeir eiga Jens Valgeir sem er Jens Valgeir Óskarsson sem er fæddur 1994, hávaxinn strákur, og svo Þorsteinn Finnbogason sem við sjáum þetta neðst í myndinni. Hann mun svona reyna að berja á Stevens og ef við bara fáum kannski byrjunliðin bara upp þá sjáum við líka svona munin á liðunum. Grindavíkurliðið er með afar sterka bakvarðarsveit. Við sjáum þá hér Dagur Kári Jónsson sem kom til liðsins núna frá St. Francis háskólanum og svo Louis Klins Jr. Síðan er þarna Ólafur Ólafsson, Ármann Vilbergsson er skráður þarna í byrjanliðinu. Hann er nú alveg örugglega ekki í byrjanliðinu, hann er ekki einu sinni í hóp, hann spila með IA í fyrstu deildinni núna. En það er Ingvar Þór Guðmundsson sem er þarna og hann er númer 12 með sama númer. Við látum þetta slæta eins og við segjum. Ingvar er auðvitað afar efnilegur leikmaður sem að mun gera góða hluti. Hann átti auðvitað frábæra sendingu á Louis Klins Jr. gegn Njarðvíkingum sem að gaf alley-oop eða húli-hú tróslu. Nú ef við fáum upp byrjunlið Keflvíkinga. Keflavíkurliðið auðvitað afar vel manna. Þar erum við með eitt besta tvíeggi deildarinnar í Herði Axel og honum Amin Stevens, og eruð með Reggie Dupree, Guðmund Jónsson og Magnús Má Traustason. Þetta er eitt besta byrjunarlið deildarinnar, leyfi ég mér að fullyrða. Landsliðs bakvörður, hann Hörður Axel, eitt besti bandaríski leikmaður deildarinnar, ef ekki bara sá besti. Reggie Dupree, eitt besti varnarmaður deildarinnar í bakvörðarstöðunum. Magnús Már, leikmaður sem að týnist alltaf, einhver rosalegasti fjórði, fimmti svona kostur í sókninni. Já, hann setur opnu skotið sín og svo hinn þaulreyndi Guðmundur Jónsson
sem að auðvitað lék undir stjórn Friðriks Inga hjá Njarðvík á sínu tíma, bæði í yngri flokkum og í meistaraflokki. Þetta hörku lið, en Grindavíkur lið með svona kannski örlítið meiri dýpt á bekknum. Þeir eru náttúrulega með Þorleif Ólafsson, hinn eina sanna Lalla á bekknum, sem eru auðvitað bróðir Ólafs Ólafssonar og Jóhanns Ólafssonar þjálfara liðsins. Þannig að það eru fjölskyldubönd í Grindavíkur liðinu. En við sjáum hér að allir eru að gera sig klára. Davíð Tómas, dómari, ætlar að kasta boltanum upp. Davíð uppalinn í Vesturbænum, lék í yngri flokkunum með KR og með honum í kvöld eru Eggert Þór Aðalsteinsson, sem nú rithöfundur líka, og Gunnar Þór Andrésson. En hér sjáum við mikinn barning í byrjun og Lewis Klins Jr. sem átti frábæra lokamínútu gegn Njarðvík í síðustu umferð. Hann setur þetta á stað. Grindvíkingar hér að koma sér inn í sóknarleikinn sinn og boltinn út í horni á Dag Kár Jónsson sem að setur þetta ofan í. Sáum ekki alveg hvort að hann fekk 2-3 stig. 3 stig allavega komin á töfluna. Keflvíkingar hér að setja upp í sóknarleikinn sinn. Friðrik Ingi afar taktískur þjálfari og með rosa skemmtilegar fléttur í sókninni. Svona mikið ætti það sem að stórliðin í Evrópu gera yfirleitt. Grindvíkingar hafa aðeins svona einfalda sinn sóknarleik með í fyrra og það hefur gefist mjög vel. Þeir taka hérna annan þrist úr vinstra horninu og það sóknarfrákast 14 sekúndur á skóklukkuna. Yngvi þá biður sama kerfi á áðan og Yngvi gerir þetta mjög vel, afar vaxandi hann Yngvi af körfubolta fjölskyldu. Mammans og pappi bæði góðsagnir og bróður hans að spila í Davidson háskólanum sem auðvitað frábær háskóli og þar hann lykilmaður. Hörður Axel finnur Magnús Má, þarna sjáum við Magnús Má Traustason. Hann tínir svo oft og það náttúrulega út af því að Amin Stevens fær svo mikla athygli. Retty Dupree að líma sig á Lewis Klins Jr. Forvitnilegt matchup þar ef við slettum aðeins. Dagur Kár Jónsson sækir villuna. Já, eins og ég segi, viðureign Retty Dupree og Lewis Klins verður afar forvitnileg og það verður gaman að sjá svona hvað Friðrik Ingi ætlar að gera til að hægja á Lewis Klins Jr. Það sem að Amin Stevens sagði eftir síðasta leik var að Friðrik Ingi pælir rosa mikið í varnarleiknum og að fá Keflavíkurliðið svona til þess að einbeita sér meira á þeim enda vallarins. En Grindavíkurliðið auðvitað sterkt sóknarlið þrátt fyrir þau eru með margar skyttur en eru samt að hitta hrikalega illa fyrir utan. Með 29% þriggjastaðnýtingu sem er bara alls ekki ásættanlegt fyrir öflugt skotlið og skotfélag og Grindavíkar. Það börnum kennt að skjóta strax í yngri flokkunum. Hér Magnús Már eftir erfiða sendingu frá Herði. Boltinn hér á Amin Stevens og þarna hann á blokkinni á frábær hjálpavörn hjá Ólafi. Ómar svona á að væntanlega halda Stevens aðeins frá og Ólafur hérna næra plaggi boltan. Retty Dupree hérna með flautukörfu. Það fer vel á stað, það var mikið skorað í síðasta leik þessara lið og liðin byrja vel hér. Hér kemur Lewis Klins af hindrunum, þeir eru svolítið mikið hérna fyrir utan Grindvíkingarnir, lítið að koma svona inn í vörnina. Hér kemst Ólafur þó inn í teginn og það skilar 2 stigum á töfluna. 9-7 frábær byrjun, sóknarlega allavega. Hér Retty Dupree og Magnús Már hann reynir að keyra á körfuna bakdyra megin og Dupree hérna í vandræðum og þetta Grindavíkurbolti. Fín vörn hjá Grindavík. Svolítið langt í næsta mann hérna fyrir Retty Dupree og hann þurfti að svona reyna frekar erfiða sendingu, hefði kannski getað beðið aðeins lengur. Dagur Kár setur hér upp, þeir hafa þetta bæði Dagur Kár og Lewis Klins sem geta sett upp í sóknarleikin. Það mikið frábær sending hjá Stevens og enn betri vörn hjá Ólafi Ólafssoni. Amin Stevens þarna með annarra handa sendingu. Þræðir nálarauga þarna á einhverju 20 metra færi. Glæsileg tilþrif fyrir byrjun. En Ólafur Ólafsson velvakandi. Hörður Axel hér kemst á körfuna, jafnar leikinn. En það sem ég ætla að segja hann með Grindavíkurlið, það auðvitað mikill kostur fyrir Jóhann þjálfara að vera með bæði Dag Kár og Lewis Klins sem að geta tekið boltan upp og stýrt spilinu. Dag Kár var auðvitað í þannig bakvara tvík í Stjörnunni með Justin Sjás. Þannig að hann vanur að spila með svona bakkara sem vill hafa boltan í höndunum og stýra leiknum. Hér Guðmundur Jónsson, átti frábæran skotleik í síðasta leik og heldur uppteknum hætti. Ég held að sé 9-12, það var þristur. Hún 11-8. Hér Ólafur Ólafsson
Hann minkar muninn hérna í 1 stig vantarlega hefur fyrsta karfan Dagskár verið 2 stiga karfa. Guðmundur Jónsson fer bara aftur upp og þetta var ótímabær þristur en Magnús Már reddar honum. Og hér Hörður Axel og þetta fótur. Keflavíkurliðið svona farið að spila meiri svona, það svona aðeins meira flæði finnst mann í þessu eftir að Freyr Ingi kom og tók við. Hér Amin Stevens út á vængnum og hann með Ólaf á sér. Skrítið hann fór ekki á hann, Hörður Axel hér með enn eina gullfallegu sendinguna og þetta Grindavíkurbolti. Amin Stevens hefði nú getað tekið þennan. Davíð Tómas dómari afar viss í sök. Davíð gæti orðið 3. FIBA-dómari Íslands. Hann að fara á einhver próf núna á næstunni. Aðtöku hvort hann komist að. Þar og fá þá leik í Evrópu. Hér Guðmundur Jónsson að fá dæmd á sig villu. Það sem hann gerði þarna fyrir unga körfubolta iðkendur. Hann svona gekk inn í Dagkár og ítti svona í hann en þetta partur af góðri vörn að fá á sig villu líka. Hér Yngvi, hann vill skjóta en Hörður Axel svona steig svolítið vel á hann og tók skoti frá honum. Hér Ómar út á Ólaf. Þessi steinleikur Grindvíkinga komnir 2 stigum yfir. Þétt setinn röstin eða Mústadhöllin eins og hann heitir núna. Enda þessi leiki farnir að skipta afar miklu máli. Styttist í almennilegt vor. Styttist í að Lóan komi, ekki bara hjá honum Gæja. Hér Reggie Dupree. Þetta Grindavíkurbolti. Keflingar ekki sátti með þetta. Og Gunnar Andersson, dómari, biður þá að hafa sig hæga á bekknum. Sjáum hér Reggie Dupree, hann elskar að spila vörn. Sveipaður upp í kerfi hér. Grindvíkingar. Mikið að draga stórumennina sína út úr teignum. Þeir eru lágvaxnir. Og Ólafur Ólafsson, hann að spila kraftframherinn í dag og nú ferst það vel úr hendi þessum kraftabolta Ólafur Ólafssoni. Magnús Már hér úti. Hörður Axel nú vilja væntanlega fara inn á Amin. Ómar búinn að gera vel í að taka sendingafærin af samherjum hans en Amin Stevens, hann bara svo ofboðslega segur, hann sækir snertinguna svo vel. Eins og ég segi, hann að hitta á rúmlega 62% tveggjastigaskota sinna þrátt fyrir að taka 20 skot í leik. Það fáherti hér Yngvi, hann má ekki fá svona opinn tíma. Hrikalega áreynslulaust allt sem að Yngvi Þór Guðmundsson gerir. Þessi strákur afar efnilegur. Fættur 1998. Hér Stevens að sækja villuna. Hann sótti auðvitað 10 villur í síðasta leik þessara liða og hér hann byrjaður. Búinn að vera rólegur framan af Amin Stevens en væntanlega mun hann taka leikinn yfir svona á köflum. Það svolítið hans stíl. Algjörlega óstöðandi leikmaður og mun væntanlega að fara í einhverjar stærri deildir. Eða stærri deild á næsta ári bara strax. Hér Ólafur að setja boltahindrun fyrir Lewis Klint til þess að opna og vörnin galopnast. Yngvi klikkar núna. Hér Guðmundur Jónsson með Hörður Axel fyrir aftan sig hérna. Nei, ákveður að fara á Stevens og Stevens var dæmt á sig skref. Þarna, þetta góð dómur. Þetta hans svona helsti löstur hann á það til að lyfta stóðfættunum á þar hann dribblar og sem hann þarf að læra ef hann ætlar að fara í stærri deildirnar í Evrópu. Það mjög strangt tekið á svona málum. En þessi leikur fer ljómandi vel af stað 18-16 hér eftir 6 mínútur eða svo. Dagkár á móti Amin Stevens. Og Grindvíkingar svona einhverjum rússibanna sóknarleik núna. Og þetta endar í höndum Guðmundar Jónssonar. Og með misheppnaða tilraun hérna á sendingu. Reggie Dupree fristir hérna Yngva en nær ekki að klára skotið. Hér Yngvi og þetta sóknarvella reynslu boltinn. Guðmundur Jónsson hérna sýnir okkur hvernig hann gerir þetta. Sjáum þetta hér aftur. Planta sér fyrir framan hann og sækir bara snertinguna þó hann sé einhverju smá ferð. Það skiptir ekki máli, hann í löglegri varnarstöðu. Og Keflvíkingar hér geta jafnað leikinn. Hvorugur þjálfarana búinn að skipta. Byrjunarliðið ennþá inn á. Hér
Amin Stevens að sækja villu og það á Ómar eða Ólaf. Þetta gæti verið önnur villan á Ómar. Já, önnur villan á hann Ómar Örn Sævarsson. Það þýðir að hann að fara velli vantarlega. Og verður þá fróðlegt að sjá hver kemur í hans stað. Stevens ofan í. Ómar á velli og það Þorsteinn Finnbogason sem kemur inn á og síðan kemur Kristoffer Breki Gylfason einnig inn á. Sterkur vængmaður Kristoffer Breki, ungur strákur. Þorsteinn Finnbogason byrjaði funheitur á þessu tímabili fyrir utan þryggjasta línuna þrátt fyrir að spila svona nálægt körfunni. Þeir vill á Reggie Dupree. En já, Þorsteinn Finnbogason hann hitti fáránlega vel framan af vetri, sérstaklega meðan þessum fyrstu 7 leikinn þegar Grindavík var að vinna og gekk vel, þá var Þorsteinn svona stór partur af þeirri velgengni. Það er svona aðeins kólnað en hann með 33% þryggjastæðnendingu sem bara ásættanlegt. Fyrir Daði Lár Jónsson kominn inn á og hann dekka bróður sem Dagkár. Þeir eru þetta synir Jóns K. Gíslasonar sem er góðsögn í Keflavík og lék einnig með Grindavík. Bræðurnir að spila þarna í gömlu liðum pappa síns og dekka hvort annan. Þetta er gaman að sjá. Lúis Klíns að sækja boltahendurinn og það er smá fyrir hvor öðrum Grindvíkingarnir fyrstmannstundin þegar báði stóru mennir eru þarna uppi. Beint uppi út frá vítategs hornunum. Gefur bakverðunum svolítið lítið pláss. Frábær sending. Hörður Axel finnur Reggie Dupree en þannig sjáum við Ólaf Ólafsson stíga Amin Stevens vel út. Setur líkamann hann á milli körfunar og boltans. Davíð Kár hann vill á villu og bróður sinn. Þetta er dæmt. Kristoffer Breki línu sig á Hörður Axel. Kristoffer Breki svona hans styrkleiki varnarleikur. Reggie Dupree stuttur. Líka keyra af stað, Lúis Klíns Jr. Og þetta er af löngu færi. Reggie Dupree hérna kallaði það, vissi hann var að fara að skjóta. Hörður Axel að mata liðsfélagana, þeir eru ekki alveg að ná að klára færin. Hér er Hörður Axel, finnur Daðalár, Daðalár með skemmtilega hreyfing og fer alla leið. Virkilega snotur hreyfingi á Daðalár Jónssoni. Hann var flottur í síðasta leik, kemur alltaf inn með svona kraft í vörninni og hreyfir boltan vel í sókninni og þarna gerði hann mjög vel. Hér er Ólafur og Dagur að dekka, Daði Lár að dekkan og Ólafur þeir bara stystu leið á körfuna. Frábær byrjun hér í sóknarleik liðana og við erum að fá skiptingu. Reggie Dupree að koma að velli og Ágúst Orrason kemur inn á. Strákur sem er alveg upp í Smáranum í Kópavogi á Breiðablik. Dagur Kár að koma að velli og Þorleifur Ólafsson að koma inn á. Hann getur ekki beðið lengur að bekknum, þá bara fer líkamann á honum að kólna. Neini Sanni Lalli, búinn að vera hérna í Grindavík í áratugi. Þetta er 1984. Þorleifur Ólafsson, hér er Hörður Axel. Þetta hefur við séð áður, það er þessi boltahindrun á blokkinni sem Hörður Axel fær. Þetta sjáum við líka oft hjá íslenska landsliðinu. Hér er Amin Stevens, vel gert hjá honum. Þeir eiga í stökustu vandræðum meðan Grindvíkingar. Ég skil hreinlega ekki af hverju Keflvíkingar fari ekki meira inn á hann. Lúis Klíns út á Þorsteinn, hann getur skotið og getur hitt, vel gert hjá Þorsteini Finnbogasyni. 25-22. Þetta er eins og við séum að horfa bara á stjörnuleikin í NBA sem verður í kvöld. Það er bara sókn og engin vörn. Magnús Már hér og Ágúst. Vel hjá Keflvíkingum og Daði Lár. Stuttur, það hefur búin að vera svolítið stuttur í þessum skotum af dripplunum, þessum tveggjastiða skotum löngu Keflvíkingar. Boltinn inn á Lalla, flott sending og þetta er Kristoffer Breki Gylfason. Grindvíkingar að hitta vel á sínum heimavelli og búin að búa til 6 stiga forystu hér í fyrsta leikluta og Grindvíkingi tekur leikhlé. Skiljanlega kannski. Þeir eru að fá opinn skot þarna, en kannski það sem var að gerast þarna er að Þorleifur Ólafsson er að fá boltan á blokkinu og Daði Lár Jónsson sem er talsvert lágvaxnari er að dekka hann. Og
þá svona automatist fellur vörnin aðeins svo mikið saman og þá verða til opin þriggjastaða skot. Við rennum aðeins yfir stigahæstu menn hér í kvöld. Svo var Dagur Kár Jónsson, hann með 60, Ólafur Ólafsson með 11 stig, stigahæstur sinna manna, frábær leikur í honum, hann 4 af 5 í tveggjastaða skotum og 1 af 2 í þriggjastaða, komin með 4 frákast sömuleiðis. Ólafur hefur leikið afar vel undanfarið eftir að bróðir hans, þjálfari Grindavíkur, lét hann heyra það opinberlega í leik á Ásvöllum gegn Haukum þar sem Ólafur hreinlega mætti ekki til leiks. Það var þá með nokkra svaka leiki við. Já, Keflavík Amin Stevens með 9 stig, hefur ekki ennþá brennt af skoti utan af velli og heldur ekki að vítalínunni. Hann 3 af 3 í skotum utan af velli og 3 af 3 í vítum, komið með 3 fráköst. Hörður Axel komið með 4 stig og hann með 3 fráköst, 2 stóðsettingar. Þeir eru svona þeir sem hafa verið að gera mest. Lewis Klins Jr. ennþá stigalösi á Grindavík og þetta hefur svona verið svolítið stefið í leik Grindavíkurliðsins. Lewis Klins, hann svolítið annarkvort hann on eða off ef við notum þessi frægu alþjóðlegu heiti og því að hvort það sé kveikt á mönnum eða ekki. Hann á það til bara að hverfa tímunum saman og láta lítið fyrir sér fara í sóknarleiknum, en svo getur hann tekið leikina yfir algjörlega. Hér Ágúst Orrason á vangnum og væntanlega skilaboðin að fara inn á Stevens, en að sjá við skemmtilega hreyfingu, sækir villuna, 3. villan sem hann sækir. Þeir eiga bara að fara inn á hann í hvert einasta skipti þegar Grindavíkurliðið það á svo erfitt með að ráða við Stevens. Ég sjá þetta, frábær hreyfing, jafnvægið upp á 10 og Þorsteinn þarna svona kannski hefði hann getað sleppt í að brjóta. Stevens klikkar á vítunni, villurnar hans Þorsteins og Ómars, þær eru mjög mikilvægar. Jóhann Árni vill væntanlega, Jóhann Þór vill væntanlega halda sínum mönnum sem lengst inn á þessum stóru strákum. Þeir fara sem minnst á bekkinn. Hér Lewis Klins. Þetta eru erfiðir þristar. Hann að reyna einhver hetjuskot til að komast inn í leikinn. Grindavíkurliðið á að reyna að komast inn fyrir þriggjastaða línuna. Þannig virkar þetta best. Þannig fá þeir opnustu skotinn og hér séum við 10 sekúndur á klukkunni. Það var svona afar ótímabært skot hjá honum Klins. Hér Ágúst Orrason. Sendir sína menn inn í leikhlutaskiptin með aðeins 1 stig undir. Afar mikilvæg karfa. Jóhann Þór Ólafsson væntanlega mjög pirraður út í Lewis Klins að hafa tekið þetta ótímabæra þriggjastaða skot, því að það gaf Keflvíkingum einmitt sénsinn á þessu. Hörður Axel hérna stýra leik sinna manna afar vel. Friðrik Ingi hér að tala við sína menn og væntanlega hann að teikna upp kerfi fyrir Amin Stevens sem að fylgist með hérna afar vel. Stevens þetta lykilmark. Kíkjum kannski á helstu körfurnar í leiknum með að við svona förum aðeins yfir hvað að gerast í kvöld. Það eru þetta gríðarlega spennandi umferð og við svona fer aðeins yfir þessa helstu leiki, eða bara hina leikina. KR 2 stigum yfir gegn IR eftir 1 leikluta, 29-27 þar. Haukar með 13 stig gegn 17 stigum Njarðvíkinga einmitt eftir 1 leikluta líka. Staðan fyrir vestan 30-16 fyrir Skallagrímsmenn gegn Snæfellingum og Þórsliðin 2 að berjast í Þorlákshöfn. Það staðan 20-14 fyrir heimamenn, fyrir heima Þórsaranna. Það þetta kannski verðugast að fylgjast með þessum botslag, Haukar og Njarðvík og Skallagrímsmenn Snæfell. Þetta þetta kannski leikirnir sem að flestir fylgjast með akkurat núna. Skallagrímsmenn geta komist upp fyrir Haukana. Það var forvitnileg staða, Haukarnir auðvitað í úrslitunum í fyrra. Nóg eftir að leikjum kvöldsins. Hér hjá okkur erum við þetta í gríðarlegum sóknarleik, en það nú samt ekki þannig að þessi lið séu þau stigahæstu í kvöld. Meira skoraði leik KR og IR, þar staðan 29-27. Þetta gerist vart betra. Hér sjáum við einmitt þetta Friðrik Ingi að teikna upp kerfi fyrir Amin Stevens. Þjálfarar eru oft metnir út frá því hvernig sóknir liðið að hlaupa eftir leikli eða eftir svona leikhlutaskipti eða hálfleika, og þarna sjáum við einmitt hvað Friðrik Ingi taktískur og sterkur þjálfari. Dagur Kár fær nokkuð opið skot, bróðir hans þó nær að trufla hann aðeins. Og hér boltinn út af Ágúst Orrason, lætur boltan bara fara. Kristoffer Breki sló í boltan. Það var Keflvíkingar 4 sekúndur til að komast í miðju, það nú engin vandræði.
Aftur faraður inn á Stevens, hann misti jafnvægið. En Þorsteinn Finnbogason sló boltan síðastur og Eggerð Þór Aðalsteinsson dómari gefur merki að Keflavík eigi boltan og allir sáttu með það. Hörður Axel á vængnum með Kristoffer Brega á sér. Aftur þeir að reyna að fara inn á blokkinu þar sem að Stevens 1-1 á móti Þorsteini. Þorsteinn með eina villu og vill ekki fá aðra. Þannig Stevens sjóðandi heitur hér í börn. Hér við Guðmund Jónsson segja Daðalár hvert hann á að fara í varnarleiknum. En Þorsteinn Finnbogason, þetta hann sjáum við kannski baráttu þeirra tveggja. Þorsteinn að reyna að eiga við Stevens nálægt körfunni og Stevens að reyna að eiga við Þorsteinn langt frá körfunni. Þessi þristar hjá Þorsteini þeir vega afar þungt. Hér Guðmundur Jónsson. Það er frekar styrkt en hann nær samt að búa sér til pláss. Klikkar úr skotinu. Þorleifur Ólafsson með frákastu. Þorleifur haldaði sók. Vel gert að Deikár myndi fá villuna en ekkert dæmt. Hörður Axel hérna með lúmska taktík til þess að aðeins að hægja á öllu. Hann gefur bara boltan á Davíð Tómas og byrjar að reima skona. Hörður Axel hérna í James Harden skónum. Séu frekar ólíki leikmenn. Nó pláss til að fara 1-1 en þetta svona frekar sérstakur sóknarleikur en Stevens mættur, hann eins og svindlkall hér í kvöld. Daðalár, Guðmundur Jónsson, hann stýrir varnarleiknum vel, það heyrist alveg í honum hérna heim í skaftahliðina. Skemmtileg hreyfing hjá Daða, flott boltarhreyfing á Ágúst Ólafsson aftur í vinstra horninu. Of langur núna, sjáum við Stevens. Sækir villuna, Þorsteinn að fá sína aðra villu, lendir hérna óvart aftan á Stevens og núna eru stóru strákarnir hjá Grindavík báðir svona þessir fremstu í þeirra róteringu komnir í villuvandræði. Væntanlega fáum við þá Jens Valgeir Óskarsson inn á. Hér sjáum við Stevens, þetta er auðvitað hárréttur dómur, hann er búinn að fiska 4 villur hér í kvöld. Stevens að klikka svona öðru víti. Þorleifur Ólafsson, Þorsteinn. Hann er sjóðandi heitur, Þorsteinn Finnbogason. Og með 3 þrista, 36-35. Amin hérna, ágætis tilraun, boltinn endar með þess inn í handboltamarkinu hérna, þannig að kannski fara hann einhver stig fyrir það, en hugmyndin allt í lagi að reyna að hérna negla boltanum inn í þugun í lúkurnar á Hörður Axel, en gekk ekki alveg upp. Þetta er Ólafur Ólafsson með Daðalár á sér og þá hjálpa Keflvíkingar. Það opnar fyrir nákvæmlega þetta, bræðirnir finna hvort annan. 38-35. Guðmundur Jónsson býr til pláss á vingnum en hittir ekki. Daðalár með sóknarfrákasti, mikil orka í Daðalár og hann setur boltan á Stevens. Fyrsta skipti sem að hann klikkar hér í skoti utan að velli, Stevens. Þorsteinn, hann má ekki fá opið skot eða hvað, jú, það var í lagi þetta sinn. Daði, hann fyrir upp í þristinn, setur hann. Daðalár Jónsson búinn að koma afar skemmtilega inn að bekknum og það eins og hann segir svona orðin vissar svona sína stöð og sitt hlutverk í þessu Keflavíkur liði. Þau ekki virðist treysta honum alveg upp á 10. Kristoffer Breki hér, nei, Gunnar Andersson illa staðsettur og með rangan dóm, einfalda rangan dóm. Hann rugglaðist þarna væntanlega á línum. Grindvíkingar í stúkunni afar ósáttir, sjáum þetta hér aftur. Dæmir að Kristoffer Breki hafi stigið á miðjulínuna. Hann gerir augljóslega ekki, en hann skrefaði samt sem var, þannig að það sem skiptir ekki máli hvað er dæmt. Grindvíkingar, þeir eru nokkrir í stúkunni
með afar sterka réttlætiskennd svo ekki sem meira sagt og láti sér heyra þekktir fyrir það en eru nú afar skemmtilegir. Hér er Ólafur Ólafsson að reyna að stoppa Amin, það gengur ekki neitt og spurning hvort að Grindvíkingar eigi ekki bara reyna eins mikið að geta stoppa Amin á þess að brjóta. Við sjáum að Jóhann Þór er með afar lágvaxna sókn að 5-manna línu núna. Hann er með Ólaf og Þorleif í fjarkanum á 5-munni eða kraftframherjunum á miðheiranum og þá þarf Amin að dekka minni mann og fara utar á völlinn. Hér er Ólafur á blokkinn á móti Guðmundi Jónssoni fyrir afar erfitt skot og Guðmundi Jónsson slær í hann. Og svona gekk helst til of harkalega fram hann Guðmundur, steginn í skothreyfingu Ólafs og það eru 2 vítaskot. Ólafur er búinn að eiga þokkalegt tímabil, mjög gott tímabil, hann er 15 stig í leik, 8,2 fráköst. Mjög gott og verið sérstaklega góð núna undanfarið er að detta í sitt besta form og það alvöru menn detta í form þegar þeir að vora. Þetta Dupree stillir þessu upp. Keppningar nota íftun á völlinu mjög vel, koma hátt upp á völlin bakverðirnir. Þetta er sóknarvilla eða hvað? Já, Eggert Þór Aðalsteinsson þorði ekki að dæma ruðninginn fyrir hann var búinn að horfa á Davíð Tómas sem er held ég skráður aðaldómari Fylkis með Eggert inn á neðst. Hann ætlar að fara ruðninginn, horfir svo á Davíð Tómas og gefur svo ruðninginn. Þetta er gaman að sjá. Gott að menn séu svona allavega að fylgjast með hverjum dómarnir og ekki búið til glundróða með að fara í sikkur áttina. Grindavíkurlið láta boltana ganga hér fyrir utan en þetta er bara vandræðalega slagt hjá Lewis Klint Jr. Þetta er Dupree á Hörð Axel og við sjáum hér að Lewis Klint, nei, Ólafur er komin á Stevens núna, þeir náðu að skipta. Það tekur sér bara tíma, kemur þessu inn á Amin, þeir eru bara þolinmóður, Daðilár. Þetta er villa á Dagkár og ekki þannig að biðja bræðarnir að róa sig. Það er aldrei upp í stjörnunni þessi bræður og yngstu bróður þeirra er þar einnig. Núna. Það er fín sending frá Herði, þetta er flott boltarhreyfing á Keflavíkurliðinu. Guðmundur Jónsson þetta er lengi að þessu. Hefði getað framlengt boltan á Hörð Axel eða bara skotið en ákvað þarna að fara í einhvers konar knattaraks-þrautir og Yngvi kemst bara á körfuna og leggur hann ofan í, snyrtilega gert, 42-40 í þessum Suðurnesja slag. Hörður Axel hér á kantinum og en haldaði bara áfram að fóðra skrýmslið Amin Stevens. Daðilár hér búinn að vera lengi inn á núna Keflavík. Stevens vel gert hjá hann, sjáu hvað hann er með mikla skottækni. Þarna er hann hliðin á körfun og nær einhvern veginn að skrúa hann þarna ofan með svona að vita nákvæmlega hvað hann átt að gera. Setja hann þarna í svona fjær stöngina, svo má segja. Nú er hann þreyttur kallinn Amin Stevens. Þór. Þetta er ansi erfitt. Bara frá körfunni, það kann yfirleitt ekki góður lukka að stýra. Þeir fara í vegg og veltu, tveggja manna leik, Hörður Axel og Amin Stevens en þetta endar út af þeir mættu gera meira af því Keflvíkingar að stilla upp fyrir Hörður Axel og Amin Stevens og svona gefa þeim aðeins meira pláss þeim tveimur. Keflvíkingar er mikið að láta boltan flæða og það er mjög gott en það þarf að þróa hinn leikinn. Tveggja manna leik fyrir úrslitakeppnina. Daðilár aðeins skakkur. Hér er
Lewis Klintz og hann að ná sínum fyrstu stigum? Nei, hann hikar í loftinu. Það afar skrítið að fylgjast með honum. Lewis Klintz Jr. verið bara ekki í sambandi í kvöld. Hann stigalaus, hefur ekki ennþá hitt úr skoti eins og gefur að skilja. Þetta sé annar tapaði boltinn hans í leiknum. Amil Stevens fær sér þá sæti. Magnús Már Traustason kemur inn á og þarna Friðrik Ingison aðeins að skáka í skák við Jóhann Þór Ólafsson, þjálfara Grindvíkinga. Hann að stilla upp lágvöxnu lið á móti með Guðmund Jónsson og Magnús Má undir körfunni. Bæði lið bara með bakverð inn á í rauninni. Hér Hörður Axel að vinna boltan og Retty Dupree hérna dansandi á línunni. Fær svo nokkuð upp skot en hætti við. Þetta afar þröngt en Guðmund Jónsson náði nú samt ágætis skot á körfuna. Klintz sækir villun og skorar. Hann kominn í gangi eða hvað? Lewis Klintz Jr. Hann skoraði 12 síðustu stig Grindvíkinga gegn Njarðvíkingum í síðustu umferð á föstudaginn og það hefur verið gaman að sjá hvort hann detti í gang hér. Þetta lítið eftir af fyrir áleik og Grindvíkingar hafa alltaf pláss fyrir smá framlag frá herra aðalmanni. Lewis Klintz Jr. með 21 stig í leik, stigahæsti leikmaður Grindavíkurliðsins í vetur. Hér Ólafur Ólafsson að skipta. Ómar að koma inn á, Ómar ekkert spila síðan bara í blábyrjun þegar hann fekk 2 villur. Nú Stevens út af og þá vill Jóhann þjálfari setja Ómar inn á og svona kannski koma hann aðeins í taktirleikin. Hörður Axel. Það var aðeins og stuttur. Þetta hafði svo Lewis Klintz. Nú var hann svona komin í árása Ham, sjá hann hér, hann vill fá eitthvað fyrir sjálfan sig aftur og setur hann ofan í. Sést bara á allri holningun á hann þegar hann fyrir inn hann árása Ham. Lewis Klintz Jr. Daðlorn að pressa á bróður sínum. Boltinn inn á Guðmund Jónsson. Guðmundur svolítið mikið að klappa boltanum hér. Þetta allt og mörg dripp. Næsamt að opna fyrir Daðalár. Og Daðalár opna fyrir Magnús Má. Skemmtileg hreyfing á Daðalár Jónssoni. Magnús Már með sóknarvöxti. 2 klikk í röð frá honum. Og nú verður gaman að sjá hvað Lewis Klintz gerir. Sem að fá villuna á Retty Dupree. Fær hann ekki. En opnast hér. Stuttur. Hörður Axel keyrir upp 1:20 eftir af fyrir hálfleiknum. Ef ég man rétt þá á Jóhann Þór 2 leikli eftir. Þau gengi 1, þannig að við gætum fengið einhver leikli núna svona taktísk leikli til þess að fá sem flest skot en virkilega góð vörn hjá Retty Dupree og leggur hann ofan í. Minka muninn fyrir Keflavíkurlið, mikilvæg karfa. Dagur Kár hér að setja upp fyrir Lewis Klintz sem að veður upp í skotið. Hann aftur dottur úr sambandi og Keflvíkingar núna og horfa klukkuna, vilja taka skot eftir kannski svona, já núna 4-5 sekúndur. Nei, það alltaf bara að setja upp í langa sókn. Svona frekar styrt, en það kannski menn ekki rétt leikstöðum. Skref á Magnús Má Traustason og þá taka Grindvíkingar leikli eða hvað? Nei, það bara skipting. Amil Stevens inn á, jú, leikli. Jóhann Þór þá að setja upp í þessar síðustu 30 sekúndur og spurning hvort að hann haldi boltanum út tíman eða út skotklukkuna sína. Skiljið þá einhverjar kannski 7-8 sekúndur eftir. Það erfitt að ná að halda út nákvæmlega 24 sekúndur ef þú takir ekki skot á körfuna. En hér sjáum við tölfræðina. Grindvíkingar að hitta virkilega vel úr 2 skotunum sínum. 11-14 og líku 3 bæði lið bara hitta nokkuð vel. Náttúrulega Keflvíkingar aðeins 3-11 í skotum. Grindvíkingar að nýta færi sín aðeins betur. Frákastabaráttan hún jöfn. Sáum að Keflvíkingar eru þá konum með 7 sóknarfrákast, aðeins 12 varnarfrákast, en það eru færri frákast undir þeirra körfu. Því að Grindvíkingar að hitta betur. Bara frekar langt við stólum með boltana en það eru Keflvíkingar komnir með 5 stykki og munar hérna 3 bolta sem að Lewis Klintz hefur tapað. Hann hefur kastað hann tvisvar í lúkurnar á Keflvíkingum og einu sinni
gefur Reggie Dupree boltan bara við miðuna sem gáfu 2 stig. Það var skrítið að fylgjast með Louis Prince í þessum leik en 4 stiga munur og hálf mínúta til hálfleiks. Og Grindvíkingar hér setja upp í sóknina og væntanlega eru að fara að halda þetta út í einhver tíma. Dagur Kár, hér eru hérna bara komnir út í horn. Ég vil halda með boltan bara upp á miðjunni en hér er Dagur Kár, 10 sekúndur á skotklukkunni. Fer á Stevens og Stevens verið þetta, Daði Lár keyrir upp 10 sekúndur á klukkunni, Reggie Dupree og þeir vilja taka síðasta skotið, þetta er hárrétt, þeir vilja ekki gefa færi á sér hinum megin og Amin Stevens minnkar þetta niður í 2 stig, 5 stig í flautukörfum hjá Keflvíkingum, þetta geti talið afar mikið þegar fram í sækir Friðgengi vildi fá villu þarna á Amin Stevens og vera að tala við Gunnar Þór dómara. En þetta er ákveðin taktík á þjálfurunum. Hann er ekki að senda honum písmerki þarna, ég held að sé að tala um eitthvað 2 skipti sem hann hefði viljað fá villur. Gaman að sjá þetta en staðan í hálfleik 48-46 og við förum að taka okkur smá hlé eins og leikmennir ætlum að aðeins að slaka á það og hvetja okkur til að horfa á auglýsingarna. Það er alltaf æðislegar auglýsingar í hálfleikunum hjá okkur hér í dómarandeildinni. En við komum aftur af vörmuspori. Algjörlega ómissandi með leiknum. Dominos. Ef þú hugsar allt sem þér er kært, ertu þá að hugsa símann þinn eða tölvuna þína? Hugsaðu makann þinn, börnin þín, fjölskylduna þína. Því miður vitum við ekki hvenær lífið tekur enda. Líftryggingar Allians. Við tryggjum fólk. Á morgun snýr hún aftur. Búðu þig undir ævintýralegt ferðalag. 1 vika, 1 verð. Hágæða amerísk heilsurúm sem auðvelt er að elska. Rekkjan heilsurúm. Sofðu rótt í alla nótt. Prófaðu nýtt Coca-Cola Zero Sykur með nýju endurbættu bragði. Bragðast meira eins og kók. B.J.B. er nýr umboðsaðili General hjólbarða á Íslandi. Kynntu þér úrvalið á bjb.is. Við búum í kjallaranum hjá mér og pabba mínum. Manni líður alltaf smá svona eins og barni þegar maður býr að það með foreldra. Stóri þröskuldurinn í þessum fasteignakaupamálum er útborgunin. Þess vegna held ég að það borgi sig fyrir alla þá sem er að hugsa að kaupa að fara í viðbótarlífeyrissparnað eins fljótt og hægt er því þá ertu sjálfkrafa að safnast fyrir hluta af útborguninni þinni þar. Byrja sem fyrst. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað og fyrstu íbúðakaupin á landsbankin.is/sparaðu fyrir útborgun. Amino Energy gefur þér aukna orku fyrir æfingu eða hvenær sem yfir daginn. Amino Energy inniheldur meðal annars vatnslosandi grænt te og engan sykur. Apple Watch. Þú ert með skilaboðin á hendinni. Apple Watch. Ekki vera ferkund. Epli, Laugaví og Smáralind. Vantaði upplýsingar símanúmer eða fyrirtæki? 1819, svo miklu ódýrari. All you gotta do is put in your order and it does the rest. Medium, light, dark, you look like, or not look like you would want. I'll go with medium. Samfinn og Warner Bros. Kynna. Fist fight. It's on. Teachers don't fight. You might even win. You really think I could win? No. I could potentially revive you after he renders you unconscious. Stórgóðurinn með Charlie Day og Ice Cube í aðalhlutverkum. You're the guidance counselor. Don't do math. Yeah, because it's a gateway. It's the finish line. Komdu að sjá Fist Fight í Sambíónum frumsýnd 24. febrúar. Nú mánuðurinn alveg að klárast og hvað þá? Meistaramánuður Íslandsbanka. Topp 10 góðar ástæður fyrir því að ég ætti að hreyfa mig fyrir þessari viku.
og svo bara listar maður það upp. Maður auðvitað að reyna að ná settum markmiðum, kannski nærðu ekki öllum markmiðum, en þú náður stórum hluta. Í huganum á mér voru bara kynntölutastaðir í boði. Þá fæ ég skilaboð á Facebook þar sem þú spyrir hvernig gengur. Stórgóður lokaþáttur í boði Íslandsbanka næsta miðvikudag. Þú svona verndar engir, passar að ég fari mikið að voða. Sendu sparnaðinn í ræktina. Íslandsbanki bakhjarl meistaramannaðar. Kristján Már heimsækir Flatey á Skjálfanda. Það var gott samfélag. Það var róið alla daga, nema sunnudaga. Þarna byggu 120 manns. Hvað gerðist eiginlega hér fyrir 50 árum þegar íbúarnir fluttu allir í burt og einu bretti? Það svo afi minn til dæmis, hann vildi ekki fara Gamlir Flateyingar lýsa eyjalífinu. Það voru böll hérna alltaf á til yfir sumarið. Flateyingar voru uppnefndir þegar olíuborinn kom. Kölluðu þá gjarnan júingana. Og nú eyjan náttúruparadís. Hér svona ákveðið tímaleysi. Land allt á mánudaginn. Ég með þá hér í Grindavík í Mústadhöllinni. Keflvíkingar í heimsókn og við ætlum að renna yfir stöðuna í hinum leikjunum. Það eru þetta 5 leikir í gangi í kvöld. Við fáum stöðuna í hinum leikjunum upp hér. Staðan í Vesturbænum 51-40. Káringar yfir þar og Þórir Þorbjarnason búinn að vera bestur Káringa með 12 stig, stigastu þar. Jón Arnór með 9 stig. PJ Alavoya komið með 10 stig hjá Íringum. Það Sembil Klassen sem að fer fyrir sínum mönnum. Gamla Brýnið með 10 stig. Leik Hauka á Njarðvíkur staðan 37-33 og þar Sherrod Wright stigastur heimamanna. Þetta verða mikilvægt 2 stig ef að leikurinn endar svona. Sherrod Wright komið með 13 stig í leiknum. Hjá Njarðvíkingum það Jóhann Árni Ólafsson sem stigastur með 9 stig. Nú í fjósinu ekki ennþá komin hálfleikur. Þetta eru nýjustu tölur 54-35. Skallagrímsmenn yfir gegn Snæfellingum og þar eru þeir Flennart Wittvild og Sigtryggur Arnar Björnsson búin að fara fyrir sínum mönnum og Eyjólfur Ásberg sem hefur verið að koma virkilega sterkur inn núna í síðustu leikjum. Flennart með 16 stig, stigastur sinna manna. Við fyrir svo í Þorlákshöfn, þar spennandi leikur í gangi. Þórsliðin nafnarnir, það mætast 36-35 og þar Tobin Carberry stigahæstur hjá heimamönnum með 12 stig og George Beamon með 15 stig hjá gestunum. Annars aðrir hafa haft hægt sig. Það Lúis Aðeins með 3 stig en stóra sýningin Tryggvi Snær Hlinason, hann með 8 stig og síðan eru við með þennan leik hér. Leik Grindavíkur og Keflavíkur staðan hér 48-46. Grindvíkingar byrjuðu þetta betur og náðu smá forskot en leikurinn samt sem áður verið afar jafn. Keflvíkingar hafa svona einmitt gert mikið af þessu, farið inn á Amin Khalil Stevens, stigahæsta mann liðsins og Daði Lár Jónsson sem við sáum skora komið sterkur inn fyrir sína menn. Daði Lár búinn að skila 13 mínútum af bekknum, 5 stigum, 2 frákostum. Það mikilvægt að fá svona mínútur af frá sínum varamönnum. Amin Stevens stigasti maður vallans, hann komið 25 stigar, 11 af 12 í skotum utan af velli. Þetta eru þetta fáheyrðar tölur með 7 fráköst, 3 tapaða bolta. Já, Grindvíkingum hefur þessi maður verið ógnandi. Þorsteinn Finnbogason með 9 stiga bekknum, 3 af 4 í 3 stiga og hefur átt svo við Stevens hinum einn. Það að kljást það niður á blokkinni. Þegar ójöfn leikur samt sem áður. Nálægt körfunni. Já, Grindvíkingum hefur að samanskapi Ólafur Ólafsson verið sterkur sem við sjáum einmitt hann að dekka Amin Stevens. Ólafur komið með 13 stig, hann nálgast sitt meðaltal. Komið inn með 6 fráköst. Lúskins Junior datt aðeins í gang í smá stund þarna í fyrirháleiknum en Reggie Dupree, hann slökkti aftur í honum með þessum stolna bolta og þessari góðu körfu. En við ætlum að taka okkur aðra pásu, gefa ykkur fleiri auglýsingar til að horfa á og síðan komum við með brakandi ferskar myndir hér úr Grindavík. Það verður spennandi að fylgjast með þessum seinni hálfleik. Liðinu þetta spila upp á gott sæti í úrslitakeppninni, ekki fara langt.
miðvikudag á Stöð 2. Alma, þetta ekki alveg tilbúið hjá þér. Nei, ekki alveg. Þú verður ekki tilbúin að búa í þessu svona. Nei. Í næsta þætti bankar Sindri upp á hjá Ölmu Suðradóttur. Ég ætla að liggja hérna í honum og horfa út. Nákvæmlega. Sem keypti ásamt eiginmanni sínum 2 hæða íbúð á Laugarásveginum í Reykjavík. Og búin að taka íbúðinu sinni gegn frá A til Ö. Alma, þetta geggjað, þetta æðislegt. Ekki missa heimsókn á miðvikudaginn. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. Með heimavörn Securitas nýtur þú líðandi stundar áhyggjulaus. Okkar vakt lýkur aldrei. Securitas. Miðvikudagar eru magnaðir á Stöð 2. Meistaramánuður. Nú bara að standa sig og halda áfram að gera góða hlut. Loka þáttur sem enginn má missa af. Heimsókn. Hér fyrir innan býr hún Alma Sigurðardóttir ásamt fjölskyldunni sinni. Sindri kíkir á flotta 2 hæða útsýnisíbúð á Laugarásveginum. Þú verður ekki tilbúin að búa í þessu svona. The Hard Guy. No, we need to get through. No, you can't. The whole paddock's rigged with IEDs. That's improvised explosive device. Grey's Anatomy. Let's go, people. Það alltaf líf og fjör á bráðadeildinni. You crying? Wentworth. You can teach the women what you're good at. What? Murder. B. Smith gistir í hættulegasta fangelsi Ástralíu. Ekki missa af laufléttu miðvikudagskvöldi með okkur hér á Stöð 2. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. Fimmtudag á Stöð 2. Eftir að minkurinn komst í hænsnakofan hefst Árni handa við að koma sér upp nýjum hænsnastofni. Hann smíðar útungarvél og kíkir í heimsókn til vinafólks í sveitinni til að fá hjá þeim frjóvguð egg. Og þá eftir 3 vikur átti ég sjá litla unga klikkast inn út. Árni bakar svo girnilegt súrdeigs hrökkbrauð og gerir tilraunir með mismunandi mjólkurtegundur í jógúrtgerð. Og sumir þeir segja að kaplumjólkin sé áþekk brjóstmjólk. En ég veit nú lítið það. Hið blómlega bú, næsta fimmtudag. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. Happ, meira en bara matur. NetGiro, betri leið til að versla. Allir dagar eiga sína sögu. Sumir eru eftirminnilegri en aðrir. Njótum augnabliksins. Þakklátt fyrir þann tíma sem okkur er gefinn. Finnum okkur ástæðu til að segja skál. Má ég fá meira? Og takk fyrir mig. Ora. Alla daga síðan 1952. Í meistaramánuði bjóðum við Nissan meistarana, Micra, Pulsar, Juke og X-Trail með veglegum kaupauka. Vertu meistari og gerðu frábær kaup á nýjum Nissan í febrúar. BL Sævarhöfða 2. Það bara þú sem ég þrái. Sjáumst á Dunkin' Donuts. Mataræðið skiptir öllu máli til að ná árangri. Í 10-11 Lágmúla á Austurstræti færðu holla og góða rétti frá Ginger sem eru eldaðir á staðnum og endast þér allan daginn. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Löngsending fram og þeir fara í þriggja. Algjörlega ómissandi með leiknum. Dominos. Já, seinni hálfleikurinn fyrir senn að hefjast hér í Grindavíkinni, Mústad höllinni. Spennuleikur 2 stiga munur, 48-46 Grindvíkingum í vil og þetta er bara komið á fullt hér. Ólafur Ólafsson sækir á körfuna, sækir snertingun og leggur hann ofan í, vel gert hjá Ólafi sem átti frábæran fyrir áleik kominur með 15 stig, hann er með 15 stiga meðaltal í leik. Hörður Axel og Amin Stevens hér í 2 manna fléttu og boltinn út af Magnús Má Traustason. Víðis fjarri þetta skot. Hér er villa dæmt á Dagkár. Það er eitthvað húsáttum með þetta. Dagkár en Magnús Már hérna langt frá því að hitta. Við sjáum svona hvað leikmaður eins og Amin Stevens og Hörður Axel þeir svona kalla á mikla athygli varnarinnar og þá opnast menn eins og Magnús og Guðmundur Jónsson þarna. Hér er Dagkár.
Yngvi frábær skotmaður en hann aðeins til hægri. Ómar Sævarsson hann í einhverjum fimmleika aðeins komin í Tarsanleik. Staðan 50-49. Það er ótrúlega jafnleikur og skemmtilegur. Hér Hörður Axel, hann verður að skjóta þessu, hann galopinn. Hörður Axel, Herði Axel er mjög umhugður að láta boltan flæða vel. Hér sjáum við þarna svona hreyfingar á veikurhliðinu svo kallaður á Guðmundur Jónsson. Kemur hérna upp úr horninu. Þetta bara tekniborðið Friðrik Singa, það bara þannig. Boltin fer inn á blokkinu Amin Stevens og Hörður Axel og Guðmundur Jónsson skiptu stöður hérna á hinum vængnum og þá opnaðist Guðmundur. Einfalt en það svínvirkar. Ólafur galopinn. Þetta eru erfiðari skot en margur heldur. Þessi stuttu tveggjastiga skot, maður æfir það ekkert sérstaklega mikið og þannig var hann svona að skjóta ekkert í sérstaklega miklu flæði. Hér eru Ómar og Amin að takast alls skemmtilega á. Hörður Axel hér, hann galopinn hann oft. En ákveður að láta boltan flæða og það bara, þessar ákvarðanir hans eru réttar. Amin Stevens, hún að reyna Grindvíkingum óþægur ljár í þúfu. Og hér Lúis Klintz, setti 60 í röð á hann, meira hefur hann ekki gert í leiknum. Boltinn út á Yngva og Yngvi búinn að vera eitthvað vanstiltur. Þetta Grindavíkur bolti, Guðmundur Jónsson hann eitthvað að skuttla sér. Grindvíkingar eiga hennan bolta, Ólafur og Davíð Tómasson dómari eitthvað að tala saman. Lúis Klintz, þetta eru erfið skotir, hann setur þetta. Hann getur örugglega sótt sér talsvert auðveldari skotstundum hann Lúis Klintz Jr. en hann velur Krýsuvíkurleiðina. Hörður Axel stuttur. Grindvíkingar eitthvað í sókn og þetta villa, taktísk villa hjá Herði Axel. Hann kominn með þessi hans fyrsta vill í leiknum, já. Veitir þú prímið tvær villur eins og Amin Stevens og Guðmundur Jónsson. Dagur Kár gerir þetta vel, sækir hérna snertinguna eigin sögn. Þriðja skipti í leiknum sem að Dagur Kár biður villu en fær ekki. Hér Guðmundur Jónsson og Keflvíkingar komnir inn í sinn sóknarleik. Hér aftur í tveggjamanna leiknum Hörður Axel og Amin Stevens og þetta það sem ég búinn að vera að tala Hörður Axel galopinn eftir boltahindranir Amin Stevens. Þeir að fara undir boltahindrunina sem held ég, já það á að refsa liðum fyrir það. Góði leikmenn eins og Hörður Axel eiga bara fara í sér þriggjastaða skot. Amin Stevens verð þetta á spjaldinu. Hugguleg vörn. En Ólafur stelur boltanum innum með hann og Retsi Dupri. Sjáum við þetta og boltin hér á Guðmund Jónsson. Hann búinn að setja 2 þrista hér í seinni hálfleik en sá þriði kemur ekki núna. Magnús Már finnur Amin Stevens. Amin Stevens hann bara sogar í sig snertingu varnarmannanna og svo lekur þetta allt ofan í hjá honum. Fáránlega hittinn í kringum körfuna Amin Stevens. Ólafur að nei þetta skref og Ólafur hlýtur að vera Hörður Axel byrju skref en Davíð dæmir villu. Spurning hvort við eigum þetta aftur í hægri endursýningu. Sáum þetta hér þegar hann leggur á staðan Ólafur. Sjáum við þetta að fylgist með 1, 2, 3 áður hann dripplar. Bara skref. En dómarinn dæmir. Hér Dagur. Það kominn hitt í menn. Lúis Klintz aftur upp í erfitt skot og þessi dansa á hringnum. Ákvað svo að fara ekki ofan í. Og Magnús Már Traustason, hann mjög traustur af þessu færi, kemur mununum upp í 7 stig. Grindvíkingar að taka erfið skot í sókninni og meðan Keflvíkingar að fá góð skot trekk í trekk. Dagur Kár, hann hefði getað skoti og Guðmundur Jónsson hann fellir hann. Þetta gult spjald í fótbolta. Þokkalega mætt í röstina. Keflvíkingar við sjáum eru vinstri megin í stúkunni frá okkur séð. Ólafur Ólafsson á móti Magnúsi Má. Ólafur talsvert þyngri. Sækir mikla snertingu. Líka munur niður í 5 stig. Já, Hörður Axel vill bara fá Amin Stevens, sjá þið. Hann vill bara fá hann að tveggja manna leik.
Góð vörn hjá Yngva. 8 sekúndur á skotklukkunni. Amin býr sér til smá plás og skilar svo inn í. Það er stundum samt skrefalikt af þegar Amin Stevens leggur á stað. Lewis Klintz Jr. einn á móti. Amin Stevens kemst hvorki löndin strönd, finnur Dagkár sem að klikkar Hörður Axel nær frákastinu og þá geta Keflingar sótt hratt. Hörður Axel ákveður svo bara að setja upp þegar þeir komnir inn í sóknina. Guðmundur Jónsson og Amin Stevens í tveggjamanna leik. Guðmundur Jónsson inn í miðjuna og Dagkár knúsar hann og það er bannað að knúsa í körfubolta. Þó að það sé svona kærleiksríkur dagur, það er konundagurinn, en þá má maður samt ekki að vera með knús í huga inn á körfuboltavellinum. Retty Dupree taka yngastið. 10 sekúndur á skotklukkunni, sjáuð Amin Stevens, hann bara opna, hann nær alltaf bústið til pláss, klikkar þarna, loksins. Og það skiptir einhver máli hvort að boltinn dans á hringnum eða þú hittir ekki hringinn bara algjörlega því að þú fær stig fyrir hvorugt skotið og það voru einhverju Grindvíkingar aðeins að reyna að komast inn í hausinn á Stevens. Frábær sending frá Ólafi og Dagkár, en Ómar Erni mislaðar hendur í kringum körfuna. Retty Dupree og taktísk villa hjá Yngva, reynsluboltavilla. Þriðji leikurinn rúmlega hálfnaður. Sjáum við þetta, já. Spurning hvort að Retty hefði bara mátt fá að halda áfram. Hér er Amin Stevens að fá sér sæti. Vantilega orðinn svolítið þreyttur og Davíð Páll Hermansson að koma inn á í fyrsta skipti. Nú, sjálfna sem hann þarf að bíða svona lengi eftir því að fá að koma inn á. Davíð Páll uppalinn í Grindavík, sterkur strákur. Hér er Retty Dupree. Þessi dansar á hringnum. Ómar Örn hér setur sóknina á stað. Lewis Klintz kemur upp með boltan og þetta er bara sóknarvilla. Lewis Klintz Jr. er bara engan veginn búinn að finna sig í kvöld. Þessi fjórði tapaði boltinn hans. Og allt svona áberandi tapaði boltana sem hann bara kemur upp og missi boltan á móti flatri vörnanast. Þetta er mjög óvanalegt að sjá. En hann var auðvitað líka slakur framan gegn Njarðvík, en reddaði sér svo með frábærum, þá meina ég frábærum endasprett. Hér hann tók 2 viðstöðlaus á tróðslu meðal annars og aðra þeirra, önnur þeirra var nú einhvers úr fallegsta sem maður hefur séð hér í áraraðir. Hér eru Keflingar að opna fyrir Guðmund Jónsson. Grindvíkingar loka á alla sendingamöguleika, þá þarf Hörður Axel að fara 1 á 1 og þetta er fínn varnarleikur hjá Grindavík. Þeir geta minkað muninn niður í 5 stig. Keflingar búin að vera miklu betri hér í þriðja leikluta. Lewis Klintz inn í miðjuna og sækir hérna villuna á Davíð Páll. Davíð Páll ekki sá sneggsti á fótunum en bætir það upp með miklum styrk og skýrur leikinn líka vel hann Davíð Páll. Góða staðsendingar hjá honum en þarna er hann bara einfallega lentur á eftir Klintz. Það eru Kristoffer Breki og Þorleifur að koma inn á fyrir Grindvíkinga. Samanlög reynsla þeirra er 20 ári í úrvalsdeild og Þorleifur á 19 þeirra, cirka bát. Klintz er hann að klikka á línunni. Getur sett niður í 6 stig hér og gerir það. 63-57. Retty Dupree núna í leikstjórnanda hlutverki hjá Keflavík. Hörður Axel fer þá á vanginn og þá er hann opnaður hér, sjáum það. Stevens út af þá er Hörður Axel svona starri hluti af sóknarleiknum en þetta er hugguleg flétta. Guðmundur Jónsson og Davíð Páll Hermansson, Njarðvíkingurinn, finnur Grindvíkinginn í Keflavíkurbúningunum. Þetta er vel gert. Lewis Klintz vil fá boltan hann nálægt körfunni, fær hann ekki. Ólafur upp í þriggjastiga skot sem var svona hálfskrítið allt og hitt ekki hringinn. Góð sending hér hjá Herði og Davíð Páll þarna ætlaði að koma með tilþrifa sendingu en hún gekk ekki upp. Og Yngvi, glæsileg sending og Davíð Páll brotlegur. Kemur hann í bakið á Ólafi. Þeir þekkjast vel úr Grindavíkinni. Davíð Páll er fæddur 1985, er ári yngri en Þorleifur Ólafsson og spilaði með honum í flokki. Hann þekki bara þarna afar vel. Staðan hér 65-57 og Grindvíkingar á línunni og geta minkað þetta niður í 6 stig. Friðrik Ingi væntanlega sáttur með sína menn. Hér sjáum við tölfræðina. Sjáum að Keflingar er einfaldlega að taka miklu fleiri skot þegar þeir eru að taka mikið af sóknarfrákostum. Þeir eru að vinna frákostarbaráttuna og
að samanskapi eru töpuð boltin hjá Grindavík. Reyndar er aðeins einu fleiri tapaði bolti þar en það var svona verið hálfvandræðilegir þessi töpuð boltar, sérstaklega hjá Lewis Klintz þegar hann er að koma upp og einhvern veginn ekki ná að finna neitt og annarkvort bróta af sér með sóknarmillu eða einfaldlega bara að láta taka boltan af sér. Við kíkjum á stigahæstu menn kvöldsins. Ólafur Ólafsson með 17 stig hjá heimamönnum. Er 7 af 13 í skotum. Keflvíkingum er Amin Stevens kominn með 31 stig. Hann er 14 af 16 í tveggjastæðskotum. Þetta er algjörlega ómanneskjulegar tölur og svo toppar hann allt með að vera með 10 fráköst. Sömuleiðis glæsileg frammistaða hjá þessum öfluga leikmanni en hann er núna út af. Annars er byrjunarlið hjá Keflavík inn á. 4 byrjunarliðsmenn og svo Davíð Páll inn á hjá Keflvíkingum. Hjá Grindvíkingum er Lewis Klintz og Þorleifur Ólafsson, Ólafur Ólafsson, Kristoffer Breki Gylfason þeir eru inn á og Yngvi Þór Guðmundsson. Lágvaxið lið. Væntanlega metur Jóhann Þór Ólafsson það þannig hjá sínum mönnum að Davíð Páll sé kannski ekki svona þessi stóri leikmaður sem að skaði lið mikið með að fá boltan á blokkinu þannig að hann geti látið Ólaf Ólafsson dekka hann. Þetta er allt þessi taktíska skák og þessar viðuregnir, einstaklingsviðuregnir sjálfur að pæla mikið í þeim. Hér er Hörður Axel en þetta er ólögleg hindrun á Davíð Páll held ég alveg örugglega. Já, ólögleg hindrun, sjá hann kemur hlaupandi þarna út og nær ekki að standa kyrr en hann vil meina að Þorsteinn Finnbogason, hans gamli vinur, sé að ýti bakið á sér og ég held að Davíð Páll hafi nokkuð til síns máls. Þorsteinn kemur hérna og ýtir hressilega í Davíð Páll. Við sjáum að Þorsteinn þá inn á en ekki Yngvi. Í þessum liðum sem ég var að tellja upp á þess að 5 manna línum. Þorsteinn er að fínan leik. Hér setur Þorsteinn hindrun, öflug hindrun hjá honum og það opnar Lewis Klintz Jr. og hann setur hann. Frábær hindrun hjá Þorsteini Finnbogasyni. Opnar hann allt fyrir aftan sig. Óeigingjarn sóknarleikur hjá þessum sterka strák Þorsteini Finnbogasyni. Boltinn hér inn á Davíð Páll og hann er á móti Þorsteini. Finnur Reggie Dupree hinum megin. En Grindvík að keyra hér af stað. Munurinn aðeins 3 stig. Og Lewis Klintz hann væntanlega vill fá eitthvað kerfi fyrir sig. Þorleifur Ólafsson hann er að treppa allt flæði í sóknarleikum boltinn og Ólafur á Kristoffer sem að stígur út af. Það er Amin Stevens að koma aftur inn á. Reggie Dupree komin út af og Daði Lár Jónsson kemur sömuleiðis hann inn á. Kristoffer Breki límir sig á Hörður Axel. Hörður Axel með 7 stig hér í kvöld. Ólafur að dekka Amin og þeir tvöfald á hann. Þorleifur hérna var mjög ósannfærandi í þessari tvöföldun. Það gaf Guðmundi Jónssoni opið skot og þetta er einhverjum austur-Evrópulöndum kallað búlgarskur þristur þegar hann skoppar svona fram á hringinn og dettur ofan í. Það er bara fallegt. Þorleifur finnur Þorsteinn og Þorsteinn. Hann er búinn að hitta vel í kvöld en það er ekki hitta þarna. Og þarna opnar nær Þorleifur svona að sækja snertinguna. Og tækni vill á Guðmund Jónsson. Hér sjáum við þetta aftur. Sjáum hér Þorleifur nær boltanum. Guðmund Jónsson vill meina að hann hafi Lalli hafi sótt, Þorleifur Ólafsson hafi sótt snertinguna en Guðmundur Jónsson er ekki með beinar hendur. Segir eitthvað við Davíð Tómas dómara og uppsker tæknivillum. Reglan er svo að ef þú ert ekki með beinar hendur, hendurna beint upp í loft, þá sé villa á þig og þetta er bara réttur dómur hjá Davíð Tómasi. Þorleifur Ólafsson frá línuna og hann á 2 skot og svo mega þær velja hver tekur 3. skotið. Vantarlega tekur Lalli öll skotin. Það er Trausti.
Þetta geti vegið þungt. Þrjú víti og boltinn aftur. Í svona frekar skrítinni sókn á Grindvíkingum. Þetta. Já. En við erum hér komin niður í 3 stig, staðan er 68-65. Ólafur fór boltan úti og Kristoffer Breki kemur opinn upp úr hindrunum og menn verða að setja svona honi og hérna er Þorsteinn að fá villu. Eggertur Þór Aðalsteinsson dómari dæmir hérna villu og talandi að aðdáendur einhvers liðs hafi sterka réttlætiskennd, þá er það sérstaklega útivallarstuðningsmenn Keflavíkur sem að hafa sterka réttlætiskennd og hér er Davíð Tómas að gefa aðra tæknivillu og við mikla kátínu gestanna. Þorsteinn barði eitthvað í boltanum, hefur sagt eitthvað. Það er Amin Stevens sem fer á línuna. Hann alltaf brotið á honum, hann hafði Keflingar að fá 3 skot á boltan aftur. Amin Stevens á 2 vítaskot og síðan með að þeir velja hver tekur þriðja vítið. Hörður Axel rekur stigasta mann síns liðs af vítalínunni. Daðalár verður hann að vera fyrir ofan boltan. Það er allt gert samkvæmt helstu og nýjustu reglum úr alþjóðlega körfubolta og Keflvíkingar komnir aftur með 5 stiga forskot og með boltan. Þessar tæknivillur gætu enda með að vega þungt þegar niðurstaða fæst í leikinn. Fínn varnarleikur hjá Grindvíkingum. Ólafur Ólafsson fljótur hann tilbaka út á Stevens. Ágúst Ólafsson er frábær skytta. Þarna vantaði aðeins betri róteringu hjá Grindvíkingum. Það byrjaði vel hjá hann þessi varnarleikur en endaði illa. Lúis Klins finnur Þorleif Ólafsson og þetta er vinstri handa sniðskot sem að klikkar. Þorleifur nær svo hann einhvern veginn að moka boltanum út. Fær opið skot í horninu en þetta skoppar hann yfir spjaldið og út af. Keflingar geta þá náð fyrsta sinn í leiknum 2 tölu forskoti, geta komið forskotinu í 10 stig eða yfir með tvisti eða þristi. Hörður Axel hér kemur að boltaendur frá Ágústi Ólafsson og er galopinn. Róteringarnar að klikka aftur hjá Grindvíkingum í vörninni. Ólafur Ólafsson tekur hann aftur fyrir bak, snýr sér. Þetta er huggulegt en nær ekki að klára þetta. Amin Stevens þá sloppinn í gegn og fimur er hann. Þessi fótavinna hjá þessum stóra strák. Hann er svo ballerína, hann bremsar sig af á hægri fætinum og svo tekur hann 1 skref inn í miðuna. Evrópuskrefi svo kallega munur orðin 10 stig. Daði Lár Jónsson á móti Lúis Klins Jr. og Friðrik Ingi er að stýra varnarleik sinna manna. Og Lúis Klins upp í erfiðan þrist, klikkar og nær svo frákastinu og Þorsteinn Finnbogason. Nei, þetta var Ólafur Ólafsson fyrirgefið, boltinn vildi ekki ofan í. 10 stiga munur hér fyrir Keflvíkinga. Það eru þetta 4 aðrir leikir í gangi í kvöld og ef við aðeins vindum okkur í þá eru KR-ingar með 19 stiga forskot í Vesturbænum gegn ÍR. Staðan þar 72-53. Njarðvíkingar eru yfir undir lok þriðja leikluta í Hafnarfirðinum. Haukar 49, Njarðvík 52. Það sem að Jóhann Árni Ólafsson er stigaðastur Njarðvíkinga með 15 stig en hjá Haukum er Serot Redd með 13 stig. Cedric Bowen er búinn að setja 4 fyrir Haukana. Og í Vesturlandslagnum eru Skallagrísmenn konum með 80 stig þegar þriðji leiklutur hálfnaður og þar er Flennart Wittvild komið með 26 stig. Sigtryggur Arnar Björnsson með 18 og Eiður Ásberg með 17 stig. En afar hittni Árni Elmar Fjölnistrákur uppalinn. Hann er komin með 17 stig fyrir Snæfellinga og Kristján David Kóvill með 19 stig. Í baráttu Þórs Þorlákshafnar og Þórs frá Akureyri er staðan 63-59 þegar fjórði leiklut er. Það eru 3,5 mínútur búin á honum. Þórsarar frá Akureyri yfir á útivelli og þar er Ragnar Helgi Friðriksson
sem hefur heldur betur dottið í gang, komið með 14 stig fyrir sína menn. Hann hefur fengið svona starra hlutverk eftir að Danir og Tómas fór frá Þórsunum til ÍR-inga og svo þetta með þennan leik 75-65 á fjórði leikluti að hefjast. Amin Stevens búinn að bera af með 34 stig hér í kvöld, 11 fráköst í þokkabót. Hjá Grindvíkingum er það Ólar Ólafsson sem með 19 stig, Lewis Clint Jr. er kominn upp í 12 stig þrátt fyrir að hafa oft spilað betur og nánast eiginlega alltaf spilað betur. Hann hefur verið frekar slakur í kvöld á hans mælikvarða. Dagur Kári Jónsson svo kominn með 10 stig. Keflvíkingar fara hér á stað, það er Hörður Axel Vilhjálmsson sem stýrir spili sinna manna. Hann er kominn með 8 stig, 3 af 10 skotum en stýrt spilinu af mikilli fagmennsku. Hér er Amin Stevens 1-1 á móti Ólafi og hann notar þessa snúninga vel oft en hér tapar hann boltanum. Það er 50 tapaði boltinn hans Amin Stevens í leiknum ef ég er með þetta rétt í höfðinu. Hér er Ingvi Þór Guðmundsson og boltinn flæðir ágætlega hjá Grindvíkingum en þetta er alltaf fyrir utan þryggjastæljónu. Hér komast þeir svo inn í teginn og það skilaði sér næstu í 2 stigum. Ágúst Orrason tekur boltan upp og finnur Magnús Már Traustason galopinn í horninu og Magnús Már refsar liðum sem að skilja hann eftir. Það er hans leikur. Nú er komin upp í 13 stig. Grindvíkingar að missa gestina fram úr sér og það sem meira er Keflvíkingar nú komnir yfir í innbyrðisviðureigninni. Munum það að Grindvíkingar unnu fyrir leikinn, nei Keflvíkingar unnu þetta fyrir leikinn já með 6 stigum yfir. Man þetta rétt. En það voru Grindvíkingar sem unnu fyrir leikinn fyrirgefið 102-96. Þannig að liðin eru líka að hugsa það, þau gætu enda jöfn. Ef að leikar enda svona þá verða Keflvíkingar næst 2 stigum eftir Grindvíkingum. Þetta er Hörður Axel. Hann klikkar, Ingvi keyrir fram og Dagur Kár skemmtileg híkhreyfing en góð vörn hjá Herði Axel Vilhjálmssoni en boltinn er Grindvíkinga. 17 sekúndur á skotklukkunni. Það er stemming í Mústadshöllinni. Hér er það er eitthvað verið að pæla bara í skotklukkunni en þetta er bara allt hárrétt. Það er Ólafsson hér og þetta er Ingvi Guðmundsson sem kemur þarna upp úr hindruninni opinn. Þeir eru ekki búin að vera að hitta þessum skotum hér. Grindvíkingar eins og þeir gerði í byrjun. Þryggjasta skotin ekki dottið í seinni hálfleiknum og það er eiginlega útskýrir hennar mun. Frábær sending, Hörður Axel með enn eina snilda sendingun en menn ekki að ná að búa til stóðsendingur úr þessu fyrir hann. Ingvi, þú er bara að skjóta þessu drengur. Dagur Kár nær sér í smá pláss og þessi steinleikur. 7 stiga munur. Kristoffer Breki hér að dekka Hörður Axel. Og Hörður Axel fær hérna einhverja línu á körfunum. Skrefdæmt, rennur hérna til og skrifar í leiðinni. Eggert Þór Aðalsteinsson með þetta allt á hreinu enda hefur hann skrifað bækur körfubolta. Hér er Ólafur Ólafsson að fá sér sæti og Ómar Örn Sævarsson sem hefur spilað ákaflega lítið í þessum leik vegna villuvandræða. Hann komur inn á hann er aðeins með 15 mínútur Ómar Örn og haft sér lítið frammi. Hann er með 4 fráköst og stiga laus. Datt úr takti við leikinn við að fá þess að 2 villir í byrjun. Það gerist oft fyrir leikmenn sem lenda snemma í villuvandræðum. Hann hefur tæpar 8 mínútur til þess að láta til sín taka. Hér er Þorsteinn Finnbogason. Hann var 7. eitur í fyrir áleik en ekkert dottið í seinni hjá honum. Grindvíkingar setja hér upp Ágúst Orrason. Þessi var einhvers staðar út úr bláa lónið. Hann stoppaði bara, poppaði og droppaði. Ágúst Orrason frábær þristur. Mikilvægur, kemur þessu upp í 10 stig aftur. Í kafla þar sem að liðin eiga erfitt með að skora. Stemmingskall, Ágúst Orrason enda kallaði Gústi Pepp. Hér er skemmtileg flétta hjá Grindvíkingi sem endar í galopnu sniðskoti. Ómar Örn Sævarsson gerir þetta vel. Hér er Ágúst Orrason á vængnum, Magnús Már og þeir opna hér fyrir Amin Stevens og Kristoffer Breki hérna bregst fljótt við en hann kannski ræður ekki mikið við Stevens í kringum körfuna. Ómar Örn að brjóta. Þeir eru báðir hérna brotlegir og báðir að reyna að fá villuna. Kristoffer Breki hérna að reyna að hlífa Ómar Erni við að fá neina villuna. Hérna taka villuna á sig og það nú reyndar samkvæmt bókstafnum ólöglegt. Grindvískir áhorfendur að segja að Amin Stevens standi á línunni. Þetta er klassískt.
skotið ofan í. Kerfum Grindvíkinga mikil hlaup fyrir bakkarana og þeir eru svona að reyna að opna með að hlaupa eftir endalínu og koma af hindrunum. Hér er Kristoffer Breki galopinn en þetta dettur ekki. Kerfi 5 kallað hér hjá Keflvíkingum. Resti Dupri vildi að Stevens myndi bara fara það niður á blokkina. Gaman að heyra menn tala bara svona saman og segja hvað þeir eru að gera. Dagur Kár með sterkt frákast og sækir vill á bróður sinn. 8 stiga munur og þetta er mikilvægur kafli akkurat núna sem er að fara í hönd. Það er leikurinn er svona í afar fínu jafnvægi. 1-2 stemmingsþristar til eða frá geta gert þennan leik náttúrulega afar jafnan eða sprengt hann upp. Manni finnst svona spilamennska liðin og svolítið bera keima því. Það er svona smá hræðsla við að taka skarið kannski. Hér er Lewis Klintz og sækir snertinguna en klikkar úr sniðskotinu en kemst svo á línuna. Aftur eru Keflvíkingar að kvarta vilja meina að Grindvíkingar sé að hoppa út og skapa snertinguna. Hér sjáum við þetta aftur. Sjáum hér hvernig Lewis Klintz hoppa svona aftur á bak en hann er nú greinilega sleginn og réttur dómur. Hér kemur þessu niður í 8 stig. Og þetta Dupri hér uppi. Amin Stevens hér næstu í dottinn. Heldur jafnvæginu en sækir svo villu Gunnar Andriðsson. Dæmir þarna á Ómar. 4. villan á hann. Og ekki mikil sátt með það. Og maður getur við annan leikmaðurinn í þessum leik til að fá að fjúka út af. Guðmundur Jónsson þetta komin með 5 villur. Þar að vinna tæknivillu. Þetta er Dagur og Lewis Klintz að ræða saman hvaða kerfi sé næst. Lewis Klintz afar vel liðinn í Grindavík. Hann er maður fólksins. Tvö klikkuð víti hjá Amin Stevens. Daði Lár hérna með fína vörn, tekur boltan hérna frá, tekur svona sendingamöguleikann frá bróður sínum og Grindvíkingar hér fara á Lewis Klintz sem að svona ítir all hressilega hérna frá sér. Og hér er villa á hvern á Resti Dupri, leikmaður nr. 12. Þetta er í fínu lagi, svona villur er fínt að fá hann aðeins að láta finna fyrir sér. Dagur Kár kemur af hendurinn og fer í skotið. Ómar Sævarsson að sjá hvað hann er mikilvægur fyrir Grindavíkurlið. Hann að blaka boltanum út. Þetta ákala langur en Ómar hoppar hátt. Hér er Ólafur og þarna var Ágúst Þórðarsson heppinn að fá ekki á sig villu. Amin Stevens þarna með knattrækstrautir. Hann kemst svo vantar á línunni. Ég held að sé alveg örugglega kominn skotréttur. Eða hvað? Nei. Eftir 8 stiga munur og Keflvíkingar með boltan. Þetta komið upp í 10 stig aftur. Þetta er, hvað segja þeir dómarnir? Hvort liðið á boltan. Þeir eru ekki vissir að hljóta, þeir bara dæma uppkast. Nei. Sjáum þetta aftur. Já, þetta virðist vera réttur dómur samt sem áður en skrítið að þeir dæmi ekki bara uppkast úr því að þeir voru svona óvissir en þeir náðu nú réttir ákvörðun að lokum, þannig að þökkum við bara fyrir þeirra störf. Hér er Ólafur Ólafsson. Skemmtileg hreyfing hjá Óla og hann kemst á línuna. 2 vítaskot. Núna sjáum við hvernig leikurinn hefur svona, hann er orðin allir miklu svona, hann er upptrektari leikurinn. Menn hrætti við að gera mistök og varnirnar farnar að halda miklu betur enn í fyrri hálfleik. Það var hægst verulega á stigaskorunni og núna fá að sjá
hvaða leikmenn það eru sem að svona þora að draga vagninn þegar allt undir. Ólafur klárlega einn af þeim mönnum. Þetta komið sér niður í 6 stig. Grindvíkingar þurfa að vera þolinmóðir. Það er oft hættan þegar liðið eru kannski 6, 8, 10 stigum undir að reyna að gera að minnka muninn með 3 stigskotum, en það er mikilvægt að ná að hugsa eina sókn í einu og eina vörn í einu, stoppa og skora eins og sagt er. Hér er Hörður Axel að stimpla sinni leikinn og Magnús Már Traustason að koma út af. Guðmundur Jónsson þarna eitthvað að kíkja á stigatöfluna og vantilega svona gangur skuggum að hann sé útilokaður úr leiknum. Daði Lár Jónsson kemur upp með boltan. Daði Lár spila 21 mínúti í þessum leik. Ágúst Orrason, þeir eru með lágvaxið lið inn á eins og Grindvíkingar. Hörður Axel og þetta er bara skref. Já, flott vörn hjá Yngva Guðmundssoni. Yngvi verið flottur í þessum leik með 7 stig, en haft sér mikið fram í varnarlega. Daði Lár duglegur í vörn sem hann hefði dekkað bróður sinn. Þannig eru Grindvíkingar með svona stóru menn út úr tegnum og svona á miðjum vellinu svolítið, og það þrengir oft en þetta er flott boltarhefing og Ólafur Ólafsson með þrist. Munurinn komið niður í 3 stig og stemmingin er með gulum. 4 mínútur eftir. Retty Dupree, ætli hann svari? Hann svarar, Retty Dupree. Frábært skot kemur hann upp úr hindrun frá Amin Stevens sem að auðvitað fær gríðarlega athygli varnarinnar. Yngvi Þór og Dagur Kára koma á alls konar hindrunum. Kemur hann var nokkuð opinn í smá tíma. Yngvi aðeins og sett með sendinguna en fær samt opinn skot. Hefur ekki verið að setja þessi skot sín ofan í. Lewis Klintz var nokkuð opinn, fekk hann ekki. Dagur Kár og Ólafur sækir snertinguna, fær ekki villuna. Keflvíkingar upp í hraðaplaup og Retty Dupree ákveður að hægja bara á spilinu, enda vinnu tíminn með gestunum 85-79, 3,5 eftir. Og Amin Stevens með Þorleif Ólafsson á sig, þeir tvöfalda, vel gert hjá Yngva. En Keflvíkingar eiga boltan. Glæfraleg sending hjá Herði Axel. Sjáum hérna upp í miðri mynd, flögginn hérna, þetta eru titlar sem að Grindavík hefur unnið, liðið verið sigursælt undanfarin ár. Þetta er vel haldið utan körfuboltann í Grindavík. Hér er Ágúst Orrason og þessi of langur og vel stíð út hjá Ólafi Ólafssoni, setur líkamann í Amin Stevens. Gætir þess að hann fá ekki boltan. Dagur Kár og hann klikkar, sá það strax og Amin Stevens hérna rennur út af, vill meina sér að það verið ítt. Þorleifur Ólafsson var eitthvað að gelta á Grindavíkurbekkin. Þeir vilja auðvitað spila 150 sinnum gegn Grindvíkingum. Ég sjá þetta aftur, fylgjast ég með Amin Stevens nr. 11 og hann lendir hann á Þorleifi Ólafssoni og stígur út af. Þetta sé bara hárréttur dómur hjá Gunnar Andréssyni. Dómar þeirra staðið sér fínt, dómararnir í þessum leik. Staðið sér vel. Þorleifur Ólafsson þeir eru að reyna að opna Yngva úti á miðjum vellinum. Þorleifur tekur sér tíma og sækir á Ágúst Orrason og þetta er villa. Jájá, hárréttur dómur. Amin Stevens að kvarta vill meina að hann hafi verið búinn að missa vald á boltanum. Ekki til að sammála því. Það er komið skotréttur sem þýðir núna 2 vítaskot í hvert skipti sem að Keflvíkingar brjóta. Við vissum að sé báðum megin. Það er Grindvíkingar eiga eina villu til að gefa sem sagt er, þannig að Grindvíkingar aðeins brjóti 3 sinnum af sér. Þegar liðin brjóta 5 sinnum af sér í sama leiklutanum þá er skotréttur. Og Þorleifur Ólafsson silkimjúkur á vítalínunni. 5 stiga munur. Og nóg af sóknum eftir. Nú er mikilvægt að halda haus. Á 3 mínútum eru snerta liðin boltan ákaflega oft. Svokölluð possession. Það þarf enginn að fyllast einhverju paniki. Það er Hörður Axel með boltan og Amin biður hann. Ólafur stelur sendingunni. Daði Lár ósáttur með sjálfan sig. Þetta
Þetta var óþarlega lágsending held ég. Ólafur upp í stemmingsþrist, klikkar en Yngvi þarna og þeir vilja fá villu og fá hann að lokum og það er Davíð Tómas Tómasson dómari þarna sem er langt frá brotstað sem að dæmir bakgrindingu, sjáum við oft. Ég held þetta nú að hafa verið að hárið til dómari honum. Sjá Yngvi næður að slá í boltan og vill meina, ég held að vill hann sé á Ágúst Orrason. Þetta er, já ég meina, það er ekkert að dæmt eða sleppt þessu og haft rétt fyrir sér. Þetta er það hárfín lína en 4 stiga munur og Yngvi getur komið sér niður í 2 stig. Annar að Bekka starf þannig eitthvað að bregðast með í smá stund. Það er skemmt hjá Yngva. Það er svo áreynslulaus skotstíllinn hjá Yngva sem gera hana svona góðum skotmanni. Það er nánast bara úlliðurinn sem hreyfist þegar hann tekur skotið. Og hann klikki hér. Gamla góða ofhólið. Yngvi samt sem áður með ákala fallega stróku og við vantarlega ná langt í boltanum. Ungur árin, hér er Daði Lár. Magnús Már, þeir eru svona reyna að teygja á vörn Grindvíkinga en vörnin er afar sterk. Þeir eru inn í öllum sendingalínum. 2 manna leikur, Hörður Axel og Amir Stevens. Hörður Axel inn í miðuna, finnur Daða Lár sem að setur hann. Stór þristur frá Daða Lár Jónssoni og Rétti Dupri næst búinn að stela boltanum. Munurinn komin upp í 6 stig. Hörður Axel að komast inn í miðuna, þeir fá svo mikla athygli. Þessar 2 stjörnur Keflavíkurliðsins að hinir opnast og menn verða að grípa gæsana nákvæmlega eins og Daði Lár er að gera hér. Ingi Þór hann næstu búinn að missa að valda boltanum. Dagur Kár hér, vill fá boltahindranir báðum megin. Og boltinn inn á Ólaf á móti Herði. Ólafur finnur Yngva, Yngvi upp í þristinn og hann er á langur. Baráttur frákasti og það er Daði Lár og hann keyrir upp. Daði Lár Jónsson og fær villuna. Þristur, varnarfrákast og svo sækir hann villu og 2 víti. Frábærar mínútur hjá Daða Lár Jónssoni í kvöld. Sjáu þetta hér. Veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Hann svona faðmar boltan hálfpartinn til þess að passa að bróður hans ná ekki að slá hann úr höndum sér og þá neyðist Dagur Kár til að brjóta á honum en Daði Lár hér að klippa úr fyrra vítinu. Og sjáu þið hérna Lalla Þorleif Ólafsson, hann stendur inn í miðjum teignum til að reyna að taka unga strákinn á taugum. Daði Lár Jónsson verður 21 árs á árinu, eins og orðið 21 árs segir maður þetta rétt og setur þetta ofan í 7 stiga leikur, 89-82. Nú þurfa Grindvíkingar á kraftverki að halda nánast. Dagur Kár snirtilega gert, tók hann aftur fyrir bak en náðu ekki að klára þetta og nú eru Keflvíkingar með Pálmann í höndum sér. Það er Hörður Axel Vilhjálmsson sem setur upp í 2 manna fléttu væntanlega með Amir Stevens. En það er Magnús Már Traustason. Hann klikkar og Yngvi Þór Guðmundsson að næstu í dotti, næstu búinn að missa boltan og Dagur Kár hérna sýnir mikinn skilning hérna með að hlaupa ekki á stað því að hann fengi running á sig. Þorleifur Ólafsson kemst á línuna en klikkar úr sniðskotinu. Þetta á ekki að sjást. Já, reynslu miklu manni og honum Lalla. Listamaður er þekktur sem Lalli, Þorleifur Ólafsson. Tæp mínúti eftir og Keflvíkingar að landa þessu. Hörður Axel hér. Karfa hér myndi nánast gerineglega þetta fyrir þá. Nei, slök sending frá Herði og nú þurfa Grindvíkingar á einhverju á körfu að halda. Og Þorleifur Ólafsson heppinn að fá villuna þarna. Hann þjösnaðist einhvern veginn þarna í kringum inn í teginn. Tekur átt svo stór skref, hann sé svona í 7 mílna stígvélum eins og í gömlu ævintýrunum. Þrammar hann teginn og kemst á vítalínuna. Þetta ber árangur. Og nú er Friðrik, hann hlýtur að hugsa innbyrðis viðuregnina. Fyrirleikurinn endaði með 6 stiga sigri Grindvíkinga. Og það er ekki bara nóg að hugsa þennan leik, þetta er svo jöfndeild. Þorleifur Ólafsson klikkar, þeir ná sóknarfrákastinu. Dagur Kár upp í þristinn en of stuttur og þetta er uppkast. Já, hárréttur dómur hjá Eggerti Þór Aðalsteinsyni og það eru Grindvíkingar sem að eiga þennan bolta.
bara, nú eru dómararnir að hugsa hvort að það eigi að vera 14 eða 24 sekúndur á skotklukkunni. Þá er spurningin, var Hörður Axel komið með vald á boltanum áður en Yngvi greip utan hann? En það skiptir svo sem eiginlega engu máli í þessu samhengi því að Grindvíkingar þurfa og snöggu skot að halda. Hér er Þorleifur Ólafsson með boltan og Lúis Klintz á að fá hann. Þorleifur keyrir inn í teiginn og setur hann ofan í. Munurinn hér kominn niður í 4 stig og þeir brjóta svo, stoppa tíman. Þorleifur Ólafsson hann ákvað að fara bara í örugg 2 stig frekar en í draumaþristinn. Munurinn er 4 stig. Hörður Axel á vítalínunni. Hörður Axel er með 8 stig í þessum leik. Hann hefur tekið 1 víti í leiknum. Það var eftir tæknivillu og það fór ofan í. Tippa hann á að hann setji bæði vítin sem ofan í hér. Ákaflega vel þjálfað leikmaður Hörður Axel Vilhjálmsson. Bæði vítin ofan í og það er leikhlé. 6 stiga leikur. Þetta er allt vel hægt. Vel hægt. Jóhann Þór þetta með leikmann eins og Lúis Klintz sem á góðum degi getur að sjálfsögðu sprengt hann að leika upp en hann er svo sem ekki verið að setja það í kvöld. Það er einmitt spurning sko hvað hann er líka að hugsa með hverjum hann á að brjóta á hjá Keflavík. Keflingar þetta með Daða Lár Jónsson inn sem að klikka á víti á hann en hefur verið að hitta vel í leiknum. Samaskap er þeir með Magnús Már Traustason sem er fínasta vítaskytta í kringum 80% ef maður rétt. Amin Stevens hefur verið að klikka líka þannig að þeir vilja væntanlega bara svona halda kannski boltanum frá Herði Axel og Reggie Dupree og reyna að láta hina 3 taka þessi úrslita víti. Þeir gengi að væntanlega hugsa næstu sókn líka. Sjáum þetta fyrir aftan bekkin. Björn Hjartarson, hann var aðalþjálfari liðsins áður en nú aðstoðarþjálfari og byrjaði þetta sem aðstoðarþjálfari en tók svo við af Sigur Ingimundarsyni vegna veikinda hans og þú ertu komin aftur í svona sína upprunalegu stöðu og ég held nú líði mjög vel þar. Mikill hugsuður körfubolta, hann Hjörtur. En hér fara Grindvíkingar af stað í þessa mikilvægu sókn og það er Ólafur Ólafsson sem kemur hér upp úr alls konar hindrunum. Óheppinn að setja þetta ekki ofan í og svo er brotið Amin Stevens. Þarna kannski fór smá tækifæri Grindvíkinga fyrir bí. Skemmtilegt kerfi sem endaði í þrist. Hér sjáum við Ólafur. Þetta er nú allt og fastur þristur en hann fór næstu spjaldi ofan í. Svo er Amin Stevens sendur á línuna og hann kemur mununum upp í 7 stig og þar með Keflvíkingar komnir yfir á innbyrðis viðureign liðanna. Líka svo setna og Grindvíkingar bruna upp. Reggie Dupree er að reyna að hægja á Lúis Klintz sem að fer upp í þristinn, klikkar og boltinn hérna fer í einhverja festinguna og Keflvíkingar þá konum með 7 stigum en Grindvíkingar halda áfram að brjóta og pressa og væntanlega til þess að ná innbyrðisstöðunum til að vera alveg öryggir. En Keflvíkingar bara sáttu með þetta, já Grindvíkingar láta hann bara vera. Og Magnús Már Traustason hér. Ákaflega mikilvægur sigur hjá Keflvíkingum. Þeir halda ótröður áfram í átt að heimavallarréttinum. Það var það sem þeir ætluðu sér jólin. Byrjuðu tímabilið ekki vel en annars sigurinn í röð undir stjórn Friðriks Inga Rúnarssonar sem að tekur hér í spaðan á dómurum leiksins. 92-85 og það er komin stemming í Keflavíkurliðið og stemming með liðinu. Þeir eru aðeins 2 stigum frá Grindvíkingum í baráttunni þennan heimavalla rétt núna. Þetta eftir að staðan og þetta eftir að breytast en Keflvíkingar eru komnir upp í 18 stig, Grindvíkingar með 20. Þór Akureyri eða Þór Þorlákshöfn komast upp að hlið Grindvíkinga í kvöld. Liðin auðvitað að spila og bæði með 18 stig. Ákaflega mikilvæg sigur og má ég segja að Amin Stevens hafi borið af í kvöld 15 af 19 í skotum, 36 stig, 16 fráköst.
hann heldur áfram að koma með þessar svakalegu tölur. Hjá Grindavík það Ólafur Ólafsson sem með 27 stig. Lúðis Klints og Dagur Kár með 13 stig hvor. Þið sjáum við tölfræðina hjá liðunum og það þessi, Grindvíkar tóku nú fleiri sóknarfrákast þegar upp staðið en Keflvíkingar nýttu bara færið sinn miklu betur og þriggjastiga skotin hætt að detta hjá Grindvíkingum. Það taka 42 þrista í leiknum og hitt úr 11. Þeir halda áfram að vera undir 30% í vetur. Þetta einfaldlega óásættanlegt fyrir jafn gott skotlið og skotfélag eins og við sagði áðan eins og Grindavíkar. Nú, við förum kannski betur yfir stöðuna í hinum leikjunum á eftir en það þetta kannski skemmst að segja að Þór frá Þorlákshöfn lagði Þór frá Akureyri og því komið upp að hlið Grindavíkurliðsins. Við sjáum bara stöðuna hér eins og staðan núna og þetta eru allt loka tölur ef að Haukar, það eru 18 sekúndur eftir að Ásvöllum og það er spennandi að sjá hvernig sáleikur endar. Njarðvíkingar með konum með þriggjastiga fórskot núna, staðan þar 74-71, afar spennandi og Skallagrímur aðeins 6 stigum fyrir ofan eða yfir á móti Snæfellingur. Munurinn er komin í 3 stig núna. Spennan á botninum rosaleg og það bara að fara inn á KKÍ síðan og fylgjast með automatískri uppfærslu eða fara á Vísi. Þetta er náttúrulega verið að skrifa alla leikina á Vísi líka og sjá svona stemmingslýsinguna þar. En við förum að detta í viðtöl í Grindavík en að gera að minna á þennan leik sem við erum með í nótt, Austurdeildin á móti Vesturdeildinni í hinnum árlega stjörnuleik NBA-deildarinnar. Það er auðvitað verið mest kannski talað stjörnufræði í tengslu við þennan leik. Kyrie Irving, leikmaður Cleveland Cavaliers, gaf þótt að hann tryði því að jörðin var í flöt og þá fór netið á hliðina. Margir sem að líta á það sem móðgun. Þannig að við minnum á það í nótt. Baldur Beck verður að sjálfsögðu með þann leik en við ætlum að senda boltan í röstina. Hendur, ekki fætur. Já, alls ekki fætur. Já, Jóhann, súrt tapinn í kvöld. Leikurinn var játtum, það þriði leikurlitin sem að gerir útumönda þannig séð. Já, nei, við vorum fyrir áleikurinn bara flatur, þetta var bara svona góður skrimmitsleikur, mjög skrítið. Þeir svona tóku frumkvæðið og viljum þar lendi því að elta og erfitt og ekki, við hittum illa og meðan að það var svona, hvað maður segir maður, það var svona óni upp úr hjá okkur en upp úr óni á þeim og eins og þetta er bara, ég meina þeir nýttu svona styrkleika mjög vel og meina við hefum kannski getað gert aðeins betur svona, þetta var svolítið stíft og við erum svona með lykilmenn sem eru kannski ekki alveg í takt og við þurfum að finna lausnir á því. Já, Lúðis Klints, hann var ekki að eiga sem besta leikarinn í kvöld, hann er með 1 stig í fjórða leikluta og ekkert stig í fyrsta leikluta, hann tekur þarna 6 stig í öðrum og þriðja. Það verður að koma meira frá erlenda leikmönnum í svona leikjum.